flögur hafi göngu sína þennan föstudaginn. Það föstudaginn 23. maí og það fullu bátur og ég get lofað eitthvað því, kæru hlustendur, að hér eru allir í gír. 8 dagar í stærsta partí Íslandssögunnar. Ég bara, þú veist, ofpeppunin sem í gangi þetta. Hausina ástæðan fyrir að koma og seint þetta inn að því að vera að svara meili frá Timmy Trumpet. Það allt í rugli núna og það 8 dagar í þetta. Já, það ekki rugli, jákvæðu rugli. Jákvæðu, já, það bara svo mikið sem að það bara þetta bara, menn eru að ofpeppast núna og hérna við vorum verið að panta 2 aðra risaskjá í höllina. Já, þetta bara við vorum á fundi með Samma direktor sem var að koma frá Cannes. Samuel Bjarki. Hérna, hann með Reykjavík Fusion, voru að koma frá Cannes og hann að sjá basically hann leikstir að sjóinu. Þannig að hann var að sína okkur þetta á hann og hvernig þetta bara, anskotin. Þetta er svo Hjöppi segir, þetta er chicken skin sko. Bara alla leið, þetta verður bílað dæmi. Það bara þannig. En hér eru 3 í gír. Ég veit að það voru nokkri sem sendu á mig hvort að ég ekki alveg hress í þættinum í dag. Þetta var ekki alveg mín vika, það verður að viðkennast. Þú ert erfiðan miðvikudagur var þetta var svartur miðvikudagur. Ok, ég ætla að vera hreinskilur þig. Það bara þannig. Black Wednesday. Þetta var svona með verri kvöldum, veist, ekki það, ég hef verið heppinn að það hefur ekki mikið svona vont gerst fyrir mig, veist, ég mistu af hana. Þetta var með verri dögum. Misti hárið, já, það var ekki einhver 1 dagur. Það var eitthvað sem var bara ongoing. En var alltaf verra en hárið og skilnaði foreldraðina og allt þetta, þú veist. Skilnaði foreldri minna var verri. En snottas. Þetta var svona parið við þegar snottas var lóað. Það var hundurinn minn þegar ég var 17 ára. Hann var ekkert lóað, hann fór bara í sveitina. Nei, fór til sveit. Honum var lóað. Herru, en málið að hérna blöð, ég sko, ætla að vera hreinskilu við þig. En sko, þegar ég segir nokkri, þá fullt að liða að senda. Verður ekki örugglega í gír í dag? Gistur á króknum? Nei, en ég borgaði fyrir gistingar. Þú ætti bara að taka gott mökk þar. Það er eyður fullur, ekki betur en fullur. Nei, Egill, ég alltaf reyna útskýra fyrir þér. Þú átt að drekka fyrir út að skemmta þér. Samt bestu fyllin eða fullur og reyður. Ráar krókin, vel reyður. Lestur. Það hefur þetta alveg gerst að ég hef ráfa reyður og fullur krókin, sko. Já, en þá var ég 18 ára þegar. En á ég segja þér eitt. Ég var búinn af því að þú veist United tapar hérna, skilur og stólarnir, þetta fer eins og þetta fer og fór, en ég var búinn að ná í mynd af logandi ruslagámi, bara allt í rugli og ætla að senda á því í chattinu til að fokka hans í þér. Ég sleppti því. Takk. Ég bara vissi bara, heyrðu, málið að Mike og Hjöppi kom með eitthvað grín eftir leik og það er lestur daginn. Við letum blöð vera. Já, við letum þið vera og veistu hvað, ég hugsaði svona ángriðs, ég hugsaði, vonandi bara eitthvað með mannin í bómul núna. Þetta var svo vont að því að stólarnir, þeir bara hendur sér frá sér 2 leikir en bara eins og ég hendi nú á grammið, respekt á stjórnuna, gáðast aldrei upp, geggjar. Já. Drullu segir. Já, bara það er ekki hægt að segja neitt. Ég held alltaf að stólarnir væri að fara að vinna þetta, en þeir náðu aldrei að hrista stjórnuna af sér. Aldrei. Og það er bara alvöru karakter í stjórnuna. Við getum líka verið heiðarlegir að þú veist, þeir kostuðu þessu bara svolítið frá sér. Það er bara þannig. Þeir 10 stöðum yfir í 3. leikluta og Stjarnan komin í villuvandræði. Þetta var lélegasti 4. leikluti sem ég séð hjá báðum. Skoruðu 9 stig. Tindastóll skoraði 9 stig. Stjarnan skoraði bara 15 stig. Steindi geta sett á 30 sekundum 9 stig. Ekki drýmundar, hefðu spilað svona allan leikinn, það er skorað 36 stig í leiknum. Þeir skoruðu 9 stig á 10 mínútum, sko. En málið er að hérna 4. leikluti, þetta var eitt slappasti leikluti sem ég séð bara í körfubolta. Hjá báðum liðum, stressið var bara mikið og ég skiljanlega og ég skilða mjög vel og þú veist, það var bara allt í rugli, en hérna það var moment þar sem maður var bara hvað er ég að horfa á hérna? Hvað er að gerast þetta? Bara gáttu ekki keipt sig körfu. Það var alveg sama hvað það reyndu. En þetta var lay-up. En þetta var geggjaður leikur. Stólarnir alltaf, ég er búin að vera að hrósa sko, málega ég er tím stólar. Stólarnir kom og hit upp í móspenn, sko. Við móst líka elsku stólana. En Stjarnan, ég ætla að gefa það það, þetta var drullu fallegt, Hlynur að taka sinn síðasta leik og þetta var bara drullu flott. Sáðu þið Peter Joe syngjandi og trallandi í stúkunni? Ok, ef að ég er kallaður Glory Hunter, hvað er Pétur Jóhann þá? Mættur hann með gleruðun upp í stúku. Hann veit ekki hvað körfubolti er. Málega þegar kom mynd á hann í sjónum, það kom svo skýr mynd á hann sem betur fyrir sá ég það ekki. Og hann var í mesta gír sem ég séð hann í miðri stúkunni með öllu fólkinu, ekkert kortsætt kjaftaði, bara í stúkunni brjálaður. Þetta er bara Pétur Jóhann á körfuboltaleik, það er eitthvað bara sem að
fittar ekki að það sko. Strákurinn að sér í stjórnum Hann sótti sér dollu Okkar fór á besti maður, krókinn og Jóhann náði Berg. sér dollu Já, ég verð að gefa henni það. En ég ætla líka að hrósa Stólun. Og það hefur verið erfitt eftir leik að bara sturlaðir í allan vetur, eru deildarmeistarar og þessi úrslitakeppni, þetta var bara Ég hef engar áhyggjur á Stólun. Djöfull var- Menn eru með breytt bak þar. þessi úrslitakeppni var bara besta auglýsing fyrir íslenskan körfubolta sem hægt er að fá. Það var bara, maður horfði á alla leiki. Ég var að horfa á Frábært Grindavík entertainment. Já, þetta er bara Málið það. og Stöð 2 Sport, huge respect. Af öllum íþrótum, Stöð 2 Sport á mesta kreditið hérna. Af því að sko, það er svo gaman að horfa á þetta. Fyrir utan það að sportið er geggjað, þetta er svo skemmtilegt og ég skil ekki akkur er ekki klukka í handbolta líka, skotklukka. En körfubolti, það er svo gaman að horfa á þetta og óna á þetta, þú veist, TV-lega, þeir ná að gera þetta svo gott, þú veist, það er bara að vera að merkja byggarinn á staðnum í mynd og allir sem eru lýsendurnir komnir inn á völlin og þetta var allt saman. Ég ætla að setja út á eitt. Mér fannst óþarf að vera að taka allt lið og þjálfarni í viðtölu í klukkutíma eftir leik. Frekar að leyfa mönnum að njóta bara í klefa. Vera bara, Þannig að menn með að laga það. En fyrir utan það, allt upp á 10 þarna sko. Það sem böggar mig mest í þessu að því að, þú veist, bara Arnar segir ykkur Arnar, sko ég bauð öllum stólunum í höllina næstu helgi drengir. Ég vissi að þeir leið vel. Þeir eru velkomnir. Já, þeir sendu að þetta var einu góðu fréttinar eftir viðbjósla leik. Ég vil sjá það full og reyða. Ég er gott að vita heilu körfuboltaliði, vel reyðir, vel fullir. Tindastólsliðið er að fara að mæti í höllina næstu helgi. Það vil lofa að stjórnumenn mæta líka sko. Þeir mæta glaðir. Þeir eru alltaf klárir sko. Er ekki rútuferð frá króknum minna? Blöð er að fara að taka Jackson í uppseldri höllana og það er engin Jackson, ekki vera að ljúga fólki. Ef það verður uppselt, þú varst búin að segja það. Uppselt Það var uppselt 10.000 manns. Ég hef reyndar aldrei sagt það. Nei, býtu, var blöður bara að gefa það fyrst út? Nei, það er búið að selja Steindar að segja það. Það er búið að selja upp gamlu höllina. Það er löngu síðan. En ákveður þú að segja að ég hef sagt það. Ég hef aldrei sagt að ég myndi taka Jackson af uppselt. Eðlilega gerur það. Það er þess vegna fólk að koma. Veistu að menn mun að gera niður sig og hrista einn og tekur Jackson. Við erum ekki á þorrablóti með í útarpinu í beinni útsendingu. Þú verður að taka Jackson. Getur ekki að tala um hristingar. Það skemmtast að ég veit í þessu lífi er þegar blöðarinn setur á sig hattinn og hanskan og sér heyri þetta er besta fucking entertainment ég tók að síðast Tók kannski næst Málið það, þú sagðir við mig allaveg ég sverða og sagði við mig ég held að vera hér Þú sagði við mig að það eru uppselt þá kannski gerði aftur Við hefum aldrei minnst á Jackson Ég hef aldrei sagt Þá hefur við bara sagt þetta bara í partners og rauðum Það eru stundum nokkur í okkur hérna sko Já, en málið Ég hefði muna það, við hefum aldrei minnst á Jackson Nei, en við seldum upp Nú erum við búin að færa gigið Þannig að þú veist annan séns Ég er að segja, ef við myndum selja það upp 10.000 Já, við seljum 10.000 með það tekið Jackson Manstu að Jackson er the rave cave Já Það er besti Jackson Það var hvorki mér með fjölskyldum minni til framdráttar Það var best performance Hvað var hún yfir öllu marketing í Evrópu hjá Þeir eru að koma Jagermeister Já, reynda þau eru alltaf að koma Já, sko, Jagermeister Þegar Pían sagði að þetta var svo vond Þetta er smá Ég var svo full Þú kallaði mig fetu klessu Þú sagði við mig Ég sagði að því ég vann í Það sagði ekki fetu klessu Það sagði bara að fetu klessu Ég sagði farða að sofa fetu klessu Hann kallaði fetu klessu Það sagði ekki fetu klessu Við vorum í fúsbólspili Og hann held að hann veri unbeatable Við unnum hann, ég og Big Baby unnum hann og það sem gerðist þar var að blöð rauk í burtu og ég sagði hvað er þetta að fara eða hann sagði bara farið þið bara að sofa það líka svo sagði hann bara þegiðu feitu klessa Ég sagði feita klessa Ég hef aldrei verið Ég var að reyna að hafa svona pínu jolly Ég hef aldrei leiðið ég öskur sko Málið er að Jagermeister eru vanir að fá fólk í Jagermeister kastalan sem eru svona eitthvað mæti ykkur gæðir í jakkafötum og fá sér kaffibotla og vatn Svo fenguður okkur félagann og við kerðum þetta í gömlu góðu kersluna hann að Jagermeister kastanum og sko málið er að Jager stjórn bara liðið sem yfir Jager í heiminum í dag og Evróp sérst að fara að mæta í höllina Þeir heyrðu bara í okkar bestu mönnum í Ölgerinni megum við að koma sem eiginlega ótrúlegt það sem að ég meig niður hann sko Já, það var Það kom dropi Það var sko Gella sem var með okkur í The Tour Hún er ekki að koma Hún er ekki yfir Jager í Evrópu Hún vil aldrei sjá þig aftur Jú Það er mjög gaman Nei, heyrðu, hætta ígjald Skeit á mér Þú ætlaði að droppa þér, þú varst bera ofan Ég droppaði Þegar ég fann þarna lyktin af kryddinu sem var
deep in the þetta var djúpt í frumskóinum í South Asia og það var 56 ingredients og ég tók eitt svona að því að mátti svona koma við kryddin ég ákvað að setja eitt inn í neðamennistu og ég með nice touch og þannig veit ég að ég hérna Buzz er að koma ég og Dr. maður smíða DJ-settið ég lagið þar inni ég ætla að segja allir ég sagði passaði að ég menninni séu með augun og sviðinu þegar fyrstu 5 mínútur en langa í alvörinu samt afturinn að kasta það Já, mér líka alveg 100%. Það er engin posi að ég rúmföt, ég lampi ég handklæði Já, sápur og the rave cave iPad-in á veggunum ég bara, ég veit til að vera bara allar á sem syng Egil, þú ert eini maður sem manns nafni á bænum Wolfenbottle Geðu veikur bæ Ég held að hafi bara Ég myndi aldrei vita hvað það hefur margir Íslandingar farið í það bæ Wolfenbottle það var ekkert í þessu bænum að bara þessi kastali 2 íbúðakörfi þetta er bara 40 minnur út á Berlín og þú komin í álur veist nei, þetta var svona 3 tíma lest og já, það komið það sími þá ég ekki alveg mínútur alveg á hreinu þetta er í eina og sennilega síðasta skipti sem ég hringti konum minn og sagt henni herri, ég ætla að reyna að drekka mig í blackout mástu þú tróðust inn á skrifstofunni Shack attack fólk hafði aldrei séð svona bara hvað er að gerast þarna Shack attack þú tókst það bara Shack attack ég veit ekki á hvernig við byrjar að ræða ég skiptir en það er gaman að fá stjörnuna og tindastólun í höllina bara aftur stjörnuna og Baldur Þór Ragnarsson sem er þjálfari stjörnuna en við erum bestu vinum í dag ég heitti hann strax eftir leik já, skóðan til hann ekki það er líka, finna með þetta að þetta voru það eru 2 lið í þessari veröld sem að bara breyta skapið mínu það er Tindastóll í körfubolta og það er Manchester United tapa bæði sama dag já, út af rugglinu sem var í gangi í síkinu og stressi sem var þar því að maður var að hitta alla króksarana þetta var svo gaman, það var 19 stegi hiti þetta var fullkominn dagur til að verða Íslandsmeistarar á Sauðárkróki af því að það hefði bara verið karneval allan bæ þetta var the perfect storm nema það, þeir klúðraði einhvern veginn og það er allt bara sem að helt tekum í það kvöld daginn eftir ég byrjar að fara á Twitter og eitthvað svona af því ég er með svo mikið United dæmi á Twitter þá kemur United þingan þá byrjaði ég bara að fatta, herru við vorum bara í 16. sæti og erum ekki í Evrópukeppni á næsta ári þá byrjar sá viðbjóð fengum ekki 1-2 í þessu leik sko ég var í Keiluhöllinni og King Hjammi og Tottenham-borðið sem var svona 2 metrar hómar þeir voru syngjandi og trálandi all tíma en finnst þið eitthvað sangjant þess að þið eru næstu bara í fallbaráttu og búin að eiga ógíslega season og þeir alltaf bara lifta ykkur dollu það er bara ekki nú er ég núkastlmaður ég var ekki í þessum leik þetta hægt að segja sér núkastlmaður þú ert ekki núkastlmaður þú þekkir ekki eitt leikmann í núkastlmaður nefndu 2 annars hér er Andy Cole sem spil í dag hann er frábær ég er bara að segja þú veist finnst ykkur í alveg hefðu þið liðið bara vel að sjá ykkur því að fagni eitthvað með eitthvað bilaður auðvitað ég menna þú veist hvað þetta var bara just another day við hefum bara baktir að meinin í Champions League sem hefði verið helviti skila ykkur 16 miljónum punda 60 miljónum punda í kassan og eitthvað svona kjaftaði sko og líka það hefði verið gaman líka bara ég var í Keiluhöllinni og var Epic með smá viðburðarna Hjammi og Hjöppi voru með eitthvað celebrity beef upp á sviði og maður bara í alveg stemningu var leikurinn, ég náttúrulega hef ekki séð leikinn var hann drep bara ég fengum bara, já, það var leðast að leikur sér sjóðað minn fengum ekki 1-2 frábært við gátum ekkert þetta var ekki, ég verið að nýta tækifæri líka og óska spörsurum eða Tottenham stuðningsmönnum minni til aðming það er BB King, Hjammi já, þeir eru nokkrir hérna úti og þetta er bara frábært fyrir þá en ég er búin að jafna mig í lásu drengir það ekki? já, dagurinn í gær það er við ljúum ekki á hlustundum ég sendi ykkur í gær og nú bara ég sver það upp á börnum minn ég sendi ykkur ég væri bara svona genuine leiður mér leiði eins og ég væri búin að vera á eitthvað svona 5 daga bender sem ég var ekki búin að vera á þetta var svona þannig þinga nema þetta var bara leiður mér var ekkert physically illt en dagurinn í gær var bara ekki nógu góður þú ert bara ekkert einn það að hafa verið á 5 daga bender nei ég var ekki á bender nei ég veit þú veist ekki að bender en þú veist ég er að segja nú, sko, það er náttúrulega nei, þú miskildi mig í chattinu þegar ég sendi þetta þú sagði bara, já, það er allir búin að vera á 5 daga ég bara, nei, ég er ekki búin að vera að drekka síðustu dag og bara aðeins yfir leik já, þú veist, við erum allir búin að samt að fá okkur allavega einhvern bjór í 5 daga af því að kom bara hitabilgja Herðu, Æslandi spekk, það byrja að regna og það reyndar fínt nú já, fínt við, en málega þjóðin þetta er það sem gerist, þegar að koma einhverju dagar, ég man ekki hvort þetta hafi verið 5, 6 eða 7 dagar sem kom í röða það voru 10 dagar 10 dagar? Já, ok og það var töðlausir 10 dagar það sá engin leið nei, engin leið málega það, bara sjá bara, þú veist
Þetta er eins og að vinna í lottói þegar koma 20 gráður. Fólk ræður ekki við þetta. Ég var eins og bara heima með Kláraðist allir grillmatur og allir lightbjór. Það var ekki hægt að fá kaldan light í ríkinu hérna gull light. Nei, og líka bara eins og upp í Mosó og svona. Alltaf stutt að lappa milli og svona. Maður bara heima. Svo áðurinn veit af, þá er alltaf komna bara 3-4 fjölskyldur í garðin, það er komið grill, það er búið að opna 2-3 rauðar, að fólk var bara að lappa á milli bara eins og útihátti. Svona er þetta held ég bara í Evrópu, ef þú hugsa út í það. Er þetta ekki bara svona í öllum öðrum löndum? Nei, það er ástæðan fyrir Ítalíu og allir eru svona hamingjusamir. Bara öll Evrópa er bara, þeir fá 3 mánuði sem bara veist við fáum 1 í dag. En þau eru alin upp við það og höndla það er málið. Íslendingar myndu ekki, ef það kemur núna, segjum við það, global warming myndi koma með það, við myndum alltaf fá hefðum dreigið það strá að við varum alltaf með 2 mánuði á ári svona. Íslendingar myndi ekki höndla. Við erum bara vönið að vera, það er bara rigning og bara let's go, harkan, höldum áfram að moka. Við getum ekki fengið svona dag. Ég fann bara, ég kom helmingi minna í verk sjálfur. Ég var alltaf að fara frá tölvinu og kíkja út og maður svarar ekki einu e-maili þegar það er svona gott við sko. Og ég fann ekki, ég var farin að svona vakna á morgnana, kíkja út, gæði ekki sól, ég hugsaði bara svona klukkan bara, þú veist. Man nennir ekki neinu það svona heitt. Nei, svo bara svona kom hádegi og svona bara ég fann mér í bjóri hádegi. Þetta ára bara svona normal. Þetta myndi setja þjóðun á hliðina ef við myndum fá svona sömur. Og akkur kom alltaf sterkustu meiri heimi frá köldum löndum. Þú nennir ekkert að fara á æfingur sem það er svona heitt sko. Það er hárrétt. Það er mjög gott að fá þetta tímabundið en við getum aldrei verið með þetta í maí, júni, júli. Það er alltaf komið fleiri svona dagar í sumar. Já, sko við verðum að gefa, við gáum Sigga Storm lestur daginn, hann kallaði besta sumarsöguna, hann er búin að vera, hann núna heima. Ég ætla að vona sig eitthvað tollera núna. Já, hann er totally redeeming himself nú sko. Og það er enginn nema Siggi Stormi sem hefði þorað að koma með svona comeback eftir að hann var niðurlagður í fyrra. En málið það, hann er að bakka þetta upp. Ef það kemi skítaveður út allt sumarið, þá er þetta samt ennþá besta sumarið sem ég er fertugur, ég man ekki eftir 8 dögum í röð svona. Ég er fertugur, ég man ekki eftir. Hann Siggi er eiginlega búin að tryggja sig. Hann er búin að tryggja sig. Og við vorum bara júni, júli, ágúst vera geðsjúki. En það er hins vegar þéttur þáttur framöndan, kæru hlustendur, við erum með þekkið ekki sem að er núna 2 vikur röð, það er ekki alltaf sem það gerist. Það er erfiður liður, hann á ekki að vera back to back sko. Já sko, það er orðið mjög erfitt með að semja spurningar þar. Ég er búin að spyrja ykkur að svo ógeðslega miklum. Og þú ert líklega með eitthvað spurningar sem verið áður og við erum gleymaði sko. Nei, ég held ekki, ég reyna að passa. Við erum með spurningkeppni Gilsarans, talandum eitthvað sem við verið áður og spurningar sem við komum oft. Hvað erum við með í dag? Já, hörðu, í dag er King of Losing. Það þegar þú varst þú varst a big giant loser núna á miðvikudaginn. Þú varst það líka sko. Þú varst a big time loser. Já, ég er bara aðeins svo hart. Nei, bara, þú veist. Og ég er svona veltað fyrir með einhvern hver er meiri loser? Þú getur ekki kallað hann big time loser. Nei, ég var ekki að spila leikina. Þetta er bara keppni. Já, en þú veist að ég var ekki inn á. Nei, varst á hliðalínu, varst í bestu sætunum. Þú kallaði hann big time loser. Varst með floor seats. Já, floor seats 300k miðin og sæti sem varst í það. Nei, alls ekki. Það kostaði 40. Fólk var, það var slegjustu miða. Slegjustu. Ég var að skemmta í sendiferðarbíl bara rétt fyrir gig. Já, vannst fyrir þínum við. Það er ekkert fritt í þessu lífi. Nei. Svo eru þau með brandara á pappan Steinda. Er hann bara að selja það? Já sko, ég ætla að segja þessi 50-50. Ég er ekki komið með skilabóð. Íttu á mannin. Ég er ekki komið með skilabóð. Þetta er búið 3 vikna pásu. Segður að hella þessi í sig. Hann er bestur þar í að síjónum. Þetta gerist fyrir alla bestu grínistana. Bara ofugsa grínið. Já, hann er fann ofugsa grínið. Næri ekki að hendi í prógram. Finnst þetta fyrir neðan sig að vera í F95 blöð. En ég er búin að fá send. Ég fekk send daginn. Hvenær hann ætlar að taka hlekað í Mosó. Hann sagði hvenær verður pappin að þú veist. Það er alveg 200. Þá getur komið 250 manns í sætið það sko. En ákveðan er hættur að senda? Sko, máli er að þegar þú sendir sko 10 brandara den einasta föstudag. Hann fór og geist. Hann fór og geist og svo náttúrulega eins og þú segir það gæti vel verið að hann sé orðin sko nú þegar hann er orðin virtur grínisti og stór fyrir skórna sína. Já, og hann var stór fyrir þáttinn sko. Maður veit það ekki. Það var skellur. Ég þarf að krifja þetta en sko prófa að djöfla tíðum allan að gefa sjens. Þetta er 50-50 segir bara en ég myndi segja þetta komið þá allavega eftir 5. Svo í dag, nýtt konsept. Ég ætla að sko við erum að dæla, Stórin var að gefa út geggjala sem komum bólt í gær sem allir var að spila þetta smástund. Svo er ég að fara að gefa út það líka. Það er ekki Stóri. Stóni? Já, Stóni, já. Sagði ég Stóri? Þú ert ekki Stóri, þú ert Stóni. Nei, ég held að hann er ekki Þú ert alls ekki Stóri, þú ert minnstur í það. Já,
Þannig að sko Ég er jafnstór og þú. Nei, þú er sentimetri minn en ég. Býtu, hvað ert í vegabrið? Ég er 1,79 í vegabrið. Ég er 1,78. Þess vegna sagði þú Ertu 1,79 í vegabrið? Já, veistu hvað, Rakel trúi mér aldrei og Matteo var í einhverju sprauti vikun, hún bara leið mér að mæla, ég bara, ertu einhver rugglu? Herru, mældi mig, ég var 179,5. Þú getur senda á hann og fengið að staðna. En málið að hárið á þér Stóni er 4-5 cm upp. Já, það er sett á það. Nei, ég meina eins og hann virkar hærri út af hann með risa lupp. En að segja ykkur einstakar, ég smá ágjör einu. Ég er 1,78 í vegabriði, þú veist, ég var það. Ég er drullur hættur að ég sé búin að minka. Okkur? Ég held ég sé bara svona 1,75. Nei, það er 1,77 þá. Já, því að ég ætlaði að drepast í bakinu, sko. Ertu að minka það? Nei, já, sko, málega er að þú minkar. Það er ekki líka að reyna að róa nokkra á Instagram og fara að fá myndir af þessu Jú, gerum það. Ef ég gera bara beint eftir höllina. Það er helviti mikið að gera fram á höll, sko. Og setjum við 2 brjósklós. Já, fyrir saman í svona X-ray. Þú ert að sofna á lið. Herru, en málega er stráðar. Þið vita með aldrinu minkamaður. Ég er samt verið þess að stækka. Nei. Að búið að bæta, hún var að mæla mig. Þá hefur bara verið mældu vittlust í vegabriðsdraslinu. Bara láta tegja á þér. Bara fara á það tegja á þér. Já, ég held sko. Já, gert við svona lítið fólk. Það er svona pittingaðferð í gammal dag. Myndur þú gera stundið? Myndur þú láta tegja þess að þér? Nei, mér er drullu saman. Ég bara labba einn En heyrðu, hafið ekki séð gamalt fólk sem er eins og spurningamerki bara, skilur þú vilt ekki það lúk. Nei, ég er að segja, þú minkar. Þú veist, þú minkar. Þú verður alltaf meira, skilur, þú færð bara þú ert alltaf verður að vera líkamannum og minkar. Er ég að bulla það? Mér spurði gerðvigrindinni. Ég hef alveg sagt ég að fólk minkar eitthvað smá en þú færð ekki 2,20 í 1,30 sko. Nei, ég veit það. Minkar og nokkar Við erum ekki bara í Honor I Shrunk the Kids real life, ég er að segja ég held þú Hversu mikið heldur að menn minki? Tjekka á gerðvigrindinni, hversu mikið minkar maður á lífsliðinni? Þú endar ekkert 1,33. Nei, ég ætla að gíska 1-2 cm á hverjum áratug eftir fertugt, það er heldur mikið. Já, eftir fertugt. Hvað stóð? 1-2 cm á hverjum áratug. Þá ætti ég að vera búin að minka en ekki stækka. Þú endar þá 1,52. Nei, ég er ekki með löðulegur en Ef ég minka 2 cm á hverju 10 árum þú er allar 140-50 ára gammal. Nei, ef ég segjum ég er 80 ára þá myndi ég missa 6 með þinn lífstíl. Nei, ég myndi missa 8. Þú verður helviti lágvaxinn þá 8 þá er ég á 1,71. Reiður, aggressífur, lágvaxinn. Það verður góður blöð. Ég er bara að segja frá þú verður eins og gæinn sem ég sá í Bauhaus á sínum tíma, hann var brjálaður. En þú veist, málega er að þetta er samt þannig, þú minkar með aldrinum og fyrsta staðfest þarna. Já, og þú veist, málið er það má ekki heldur, sko, ég tek nú mælingarnar hjá þér og Rakeli tveim eitthvað, búið með 6 bjóra eitthvað staðar að mæla ykkur með teskiða salti, sko. Auðvitað förum við bara með strákin í sprautu, bara blind full. Nei, ég er að segja Nei, ég er að segja þið að mæla. Það var gert hjá lækni. Matteo var í sprautu, hvað heldur það verið það bara döða drukkin að mæla okkur fram? Nei, ég er að segja þegar læknirinn fóð fram og þau voru að mæla Það var ekkert farin fram, hann var bara að sprauta Matteo og þetta græði að vinni og Rakel spurði, má ég mæla hann? Já. Hún sagði já. Mæla hann? Var ekki mæla þig? Mæla hann og bent á mig. Já, ég ætla að sagt þig, má ég mæla hann. Svo kemur Jón Jónsson líka og styrlaðast ég meina ekki að tala sem er lengur Ef hún hefði mælt á þig líminana þá er ekki lóðið að vera alltaf textir eðilega geta herðu, við erum að tala lög sem er að koma í höllinni og þetta er nýjasta lagi. Ekki spilta. Hvað? Ég er með tilkynningu. Það er power signing í höllina. Dóra DNA á lögina. Í dag var verið að sæna Dóra DNA í höllina. Við ætlum að taka 273 í höllina að hljóma svona. Þetta lag verður tekið þar, let's go. Topp tónlistarstöðin FM 957 Alvöru bengar þarna frá drengjunum og Mós og þetta eru Dóra DNA og Steindi Junior sem er einmitt hérna í settinu með okkur. Og lagið er mætt á Spotify og ég væri til í að fólk myndi blasta þetta helgina og taka June og ef þetta er skemmtilegt þá hendi ég sinn. Herru, ég var að fá lestur, strákar. Við glemdum líka hérna, ég ætla að segja í byrjun að þegar kom nýtt lag á miðvikudaginn sem verður í höllinni, það er þetta hérna 27365 með Steinda og Dóra DNA sem er mæta sem leinigestur. Það er kannski ekki mikill leinigestur að tilkynna. Það er búið að tilkynna. Hann mætir hann og þeir taka þetta lag að við erum líka bara að frumflytja nýtt lag með DJ Muscleboy þar sem Jóhanna Guðrún og Sverrir Bergmann komum við sögum. Já, og ég hef ekki minnst einu orð á það, ekki pússað þessu neitt á Instagram. Það kemur út eftir viku, þegar ekki? Já, þetta kemur út af því að það er Þjóðverji sem gefur þetta út
Og það kemur út sér bara 30. sem föstudaginn næstu viku, bara miðnætti þá, já, 15 skvöldinu. Það er geðið, þá hefur fólk tíma til að hlusta á það og fara svo höfðun að heyra. En ég ætla að gefa fólki bara reynslu eftir, ég hef aldrei gett það áður. Nú bara spilum við það eftir og komum þessu viku. Þetta er fyrsta sér sem er alvöru frumflutningur á lagi, af því að allir eru alltaf konum með þetta á Spotify þegar þeir eru komað þetta. Og þetta er duett með 2 bestu söngurum landsins, sem er skemmtilegt. Það er óslega að fyndi með Spotify að alltaf þú setur lög á Spotify, þú koma alltaf inn á miðnætti, þú veist, að þú ætlar að gefa út lag, það verður alltaf að koma út á miðnætti. Þannig að þú veist, akkur er ekki hægt að gefa út lag bara í hádegi, þú veist, herru, ég var að fá lestur, Óli T. Ólafur Tórs, okkar langasti maður. Hann var á króknum, hann huggaði mig. Er það ekki? Nú kom hann til þín. Já, hann sendi mér eftir leik. Herru, hann er besti markastjóri Íslands og hann er markastjóri Bónus og hann var að gefa mig lestur að við vorum að tala körfuboltan en myndust ekki að það væri bónusdeildin. Hann færa hér. Hann mun passa þetta allt svona. Leiðréttinga, hann er að vakta okkur. Hann er á tánum. Hann er nýbúin að taka við þar. Herru drengi, ég er með slúðupakka handa ykkur og talandum krókin, þá voru allavega 2 sem myndust á hvenær kemur Íslands slúður aftur. Það eru fans að úti sem vilja fá Íslands slúður. Þetta drullast ekki, nú er bara fólk að drulla á svo um allt. Ég veit það. Gott með prangandi fest Íslands og taktu töframenn. Það flæðir úr inboxinu. Ég skil ekki að hverju er ekki búin að vera. Hvað með þetta næsta fösta? 100%, ég skal lofa ykkur. Herru, með þess að næsta fösta þá eru beinni úr höllinni maður. Já, beinni úr höllinni og þú veist, daginn fyrir game day, við verðum sko, ef maður spólar ekki yfir sig í þeim þetta, þá veit ég ekki hvað. Ég skal lofa og sverja að Íslands slúður verður næsta fyrsta. Það er bara þannig, sko, ég er með svona allt í lægi slúður handa ykkur í dag. Ég ætla að byrja á Kim Kardashian, hún er útskrifuð úr lögfræðinámi og sko henni til hamingju með það. Til hamingju hérna hún. Það er alveg sokkur í The Heyru sem halda á sig en idiot sandwich. Já, útskrifast úr Harvard. Það klára lögfræðinámi og setna ekkert eðlilega gáð, sko. Þú gætir aldrei verið á hennar staði og hún væri idiot sandwich. Nei, þetta var 6 ára vegferð og hún fagnaði árangurinn með athöfn í bakarðunum heima á sér. Kim Kardashian lögfræðingur. Já, a lawyer. Rosalegt. Já, ég verðilega bara að gefa henni það. Þetta er vel gert. Náttúrulega pappennar var sko stjórnulögfræðingur. Hann varði OJ sko. Hún þurfti ekkert að fara í lögfræði. Hún er moldrík. Hún getur verið bara heima með Strawberry Daiquiri og silkislög. Það er ég fíla hana metna. Það er engin Egill sem að ferðast með engaþóti eða first class sem drekkur Strawberry Daiquiri. Hvað er að Strawberry Daiquiri nú? Ég get alveg loðið, hún er ekki að panta sér. Ég panta mér það, en það er ég bólur. Ég bara vill myndir með svona fólki. Hefur fengið þér frosin Strawberry Daiquiri? Það er bara miljónum í ykkur blandar og svo fara hann alveg brakandi feskan og kaldan. Ógeðslega gott. Drekkur Kim Kardashian, ég ætla að spyrja Gervi þetta. Nei, ég man þegar ég var með Rikka á Edition. Hvað heldur að Gervi greindi viti hvort að hún drekki. Hún veit allt. Já, hún veit ekki hvort að Kim Kardashian drekki Strawberry Daiquiri. Ég ætla að vera kurteis, hún dreif mig síðast og öllum íslendingum. Kim Kardashian drekkur Strawberry Daiquiri. Hún fæði bara svar. Hann ákvæmdi blöða sem var að setja sokk í mig. Hún veit það ekki. Eða ég er að setja sokk í blöða. Ok, en nú ætlum við samt að segja ykkur eitt svo ég ná að klára þessu sögu. Blöða setja sokk í mig maður. Það er engar rúmbar heimildir sem staði fyrst að hún að drukki jarðabera Daiquiri. Ok. Ástæðan fyrir ég að segja þetta við ykkur að ég fekk þetta bara svona first hand. Frank, hérna okkar besti maður sem er með Edition hótelið sem er 5-stjörnu hótel. Er þetta broke man's drink? Hann er frábær. Nei, það sem gerist er að þegar við taka hérna Rikki fyrir til Ameríku þá fyrir við á Edition í New York á Times Square. Myndi Frank aldrei patsa Strawberry Daiquiri? Og hann spurði Rikki, hvað veltu? Do you have frozen Strawberry Daiquiri? Og Frank hló og svona, is that what you want? Hann bara, yeah. Frank kalla á svona góðir. Say what you want? Excuse me, sir. I know, but we don't have it. But this man would love some frozen Strawberry Daiquiri. Gaurinn bara við Frank. Hvað sagði hann eftir? Það var eitthvað, þetta var svona pínuð. Það er spes, en ég græði þetta. Það er spes. Ég þarf að fara út af hótelinu og slækja þetta annar staðar bara. Ógeðslega mikið af klökum og einhvern veginn ná að gera þetta. Hvað pantaði Sexy Boys? Hvað fekk Frank sér? Bara hvað Sexy Berries? Með ólífum, hvað heitir þetta? Dry Martini og eitthvað svona og bara rosé. Whisky kannski. Ég með whiskyglas hérna. Svaltlið og fólk sem á pening er ekki að panta sér Strawberry Daiquiri en við pantum okkur það, en við erum bólun. En svo held ég líka sko að þegar þú ert komin á okkur svona ákveðin. Upp á strikkurum minn, það var best að skella sem ég fengi á aðeins minn núna sko. En svo held ég. Það er að jafna mig núna, get ég labbað á stúdíun og komið aftur svo 10-15 minn. En veistu hvað, ég held að séu levels to this. Ég held þú sért bók þú ert orðin eitthvað ríkur og bara rosa flottur maður og aðsnald að panta sér þetta. Svo þegar þú ert orðin ennþá meira ballin
þú ert bara orðin alvöru baller. Þá er það orðið töff að panta. Þá bara pantaru bara eitthvað, skilur. Þú pantaði skrúdrægur og engin hlæra þér. Ég samt get ekki hleyja þessu því að allstæðar sem ég fer og spyrir hvort þegar frozen pina coladas. Ég elska það. Það er svolítið á pari við strawberry deck. Það er kroksarardrykkur. Sko eftir að veri lengi stundri bjór, það verður þreyttur á hann. Þú vilt eitthvað fresh, þá er þetta Aperol Spritz, þetta er pina colada strawberry deck. Aperol Spritz alltaf lagi. Þú veist, þá er að tala með svona einhverju fancy í staðan. Já, myndi Frank gefa grænt á það. Þannig að Rikki beðið hann, þá er það cool. Já. En ekki það, veist, síðasta sem þú átt að gera þú ert að pantaði drikk eitthvað stær að reyna bara cool, pantaði bara sem langar í. Talandi Rikki að G, hver er í höllinni? Rikki fucking G, hann opnar þetta partí. Ég get lofað því, ég var á gólfinu þar. Ég elska hann mest á lífinu. Ef einhver hefur einhverja skoðun á því hvað pantaðir, þá held ég bara ekki með þeim aðla. Hörðu, ekki drulluðu Frank. Nei, ég segja besti maður. Mér finnst bara steikt. Og það fannst þetta bara eitthvað skrítið á 5 stjörnu hóteli. Já, mér finnst það steikt. Og Rikki er náttúrulega bólur, alvöru bólur. Bólana. Það er ekki, það er neikvægt sko. Ég er með rosalega slúðu núna. Við fórum aðeins og snemma til AC drengis. Það er ekkert að gerast það. Jay-Z og The Weeknd eru að fara perform í Atlantic City. Jesus Christ eða á nei, Jay-Z ekki Jay-Z. Já, ekki okkar maður. Þeir eru að fara að spila núna 13. september í Atlantic City. Það er $1 million blackjack tournament og þeir ætla að tróða upp á Ocean Hotelinu. Hversu stappa var á The Boardwalk þegar þið voru daginn? Ég get sýndi mynd. Gastu að lappa þarna fyrir fólkið? Það var ekki ein mannskja. Það var ekki eins og póki fljúandi. Nei, ég get sýndi ég er ekki að finna. Ef þessi heitustur að mæta að gigga þarna, ættu ekki fleiri að vera. Ég bara veltast einum. Ég get bara sagt þér nákvæmlega hvað er í gangi ef þeir eru að spila þarna og bara því miður. Það er því þeirra hlutabréfin eru á lækki. Nei, The Weeknd, það er engin stærri en The Weeknd í dag. Já, ég er að segja, ef hann er mættu Lazy, það þýðir að hlutabréfin er að fara að lækka. Taylor Swift er stærri en The Weeknd. Það eru allar stjörnundar að fara að mæta. Það er mynd sem þú tókst bara. Ég tók þessa mynd bara núna fyrir 5 nótt, 3-4 nótt. Nei, þetta er bara í hátinn. Sérðu það? Það kostar Það er enginn það. Ég var þarna. Það er enginn. JJ Sexy boy. En sko, það kostar $50,000 að mæta í þetta partí, $100,000 ef þú ætlar að taka þátt í mótinu. Þannig að það kostar 13 milljónir. Það eru $50,000 til að mæta. Hvað er að mikið í Íslandum? Það eru 6,5. Var þetta ekki tónleika fyrir almenning? Nei, þetta er bara partí. Bara blackjack partí. Það er eitthvað forrið lið í Atlantic City. Já. Skýti venue. Ákveð ekki Miami. Allir er að fara að mæta. Þetta er blackjack tournament og allur ágóður rennur í gott máli. Þetta er enginn, það er 2 rannar félag. Nei, allir að fara að mæta hann. Nei. $50,000 miðin. Já, $100,000 ef þú ætlar að taka þátt í mótunum. Herru, svo er það síðasti mólin. Kottum með móla, er leðulega mólið það? Kottum með eitthvað jákvæða móla, vika gig. Kurt Russell eða Kurt. Ég ætla að fara að lesa. Hvað er Nicolas Cage að gera núna? Flettu honu, hvað er hann að gera? Ég veit hvað hann er að gera. Sonur hans var að gifta sig. Já, og hvernig var það? Geggjað og var hann Nicolas Cage, I saw my son get married. Nicolas Cage. Þú varstu bara með móla klára Nicolas Cage. Já, hann er að svara, hann heitir sekundu. Hvernig gerðist? Af hverju gerðist það? Weston Cage var að giftast Jennifer Alexa Kanter. Weston Cage? Ja, Weston. Shit, það geggja nafna. Sonur Nicolas Cage, þau voru að gifta sig og Nicolas Cage sagði í viðtali að hann voni að sonur sinn verði farsælli í hjónaböndum með hann því að Nicolas Cage er búin að gifta sig 6 sinnum. Já, hann er líka ekkert eðlilega gráður sko. 6 sinnum? 6 sinnum. Gifta sig 6 sinnum. Hérna eru þau. Þetta er nú bara hugulegt par. Herru, ég prófaði að reyna að leita þessu skúpi. Hver hefur gift sig 6 sinnum? Nicolas Cage. Ég er nokkra félag að gift sig 2 svar, 3 svar, kannski max 6 sinnum. Það eru líka ekki allir Nicolas Cage. Nei, ég prófaði að kíkja á þetta brúðkaup hérna og skrifa hérna Nicolas Cage news. Það kom strax bara how did Nicolas Cage family drama get this bad? Ok, hann var samt mættur í brúðkaupi. Það er eitthvað rosalegt í gangi þannig. Við skuldum auglýsingar og svo er það þekkið ekki spurningkeppni Gilsarans og JJ eða Jón Jónsson er að koma hérna í létt spjall en byrjum á auglýsingar. FM 957 Topp tónlistarstöðin. Það er
einhver betri en Guð þá það Jón Jónsson og hann mættur hingað í stúdíu til okkar. Hann velkominn JJ. Hann okkar Guð. Rosa stór. Ég var að fatta sko að það orðið helviti langt sem þú komst. Já, hvenær var það? Já, góðu vinnu þáttarins. Við verið hérna helviti ótt. Varst með þessi dagskráralið með okkur sem hét FN95 Blöð Gott Talent. Munið eftir því, þá mætti maður nú alltaf. Já, hvað kom aftur það? Það voru hvað var hvert öðru verra eitthvað Jóta og Optimus Prime að keppa. Já, þetta var aðeins Þetta var geðvikt. Var það ekki þegar ég var með Massbóna? Ég var með Og það var þetta innrásinn og það? Já, ég held það getur verið sko. Optimus Prime. Var ekki Sverri Bergman sem Optimus Prime? Sko, samt eiginlega uppáhald sko minningi mín úr Skaftahlíðinni var reyndar úr brennslunni þegar Hjöppi var þar og hann samdi lagi beinni með mér sem hétt Hot Coffee. Það var ég FN95 Blöð. Það var ég FN95 Blöð. Hot Coffee kom FN95 Blöð. Ok, sorry, það var þar. Það var Hot Coffee. She was like Hot Coffee. Akkur þetta lag ekki komið út? Já, ég segi bara sko. Kláraði að vinna það út með það. Gefum þetta lag út. Þetta ætti þú að gefa út Hot Coffee. Já, þetta er bara geðveikt konsept líka. Þú elskar líka Hot Coffee. Ok, næsta lag næsti sumar málega JJ mættum í sumar hittara núna en næsti, þú veist, það er pláss fyrir annan sumar hittara segjum að kem út í ágúst Hot Coffee. Það er geðveikt sko. Það er geðveikt. Það feikir alltaf Hjöppa með þér. Já, sko, talað við Hjöppa, ég vel að rósa honum fyrir síðasta post sem voru að henda í þessi kóra með Madonna-læginu djúvill var þetta fyndið og hann að setja hendur þar upp Ekkert aðeinslega fyndið. Já, vá, ég kom með þetta líka á það. Ég sagði James Cameron og Christopher Nolan á neyðarfundi right now. Hvað gæi þetta og af hverju er ekki búin að sæna? Það er þegar þú hugsaði núna. Það er bara þannig sko. En að hörðu, segðu mér þetta, nú er ég búin að ég fylgja svolítið með Húrra Reykjavík á Instagram. Nú er þú með glendan penisinn og annar hverju mynd þar meðal annars í baði. Já. Skýrslu. Hvað hugsaðu þú? Ég er gaman að þessu. Og svo ertu í snúru síma, gamla góða snúru símanum, að svo snýrið takkanum og tekur svona 80 sekundur að ringja eitt símtal. Algjörlega. Og með glent klófið þar líka. Já. Ég er mjög hrifin af þessu konsepti. Hvað er að vinna með handafélaginu? Þetta er bara, þú veist, ef maður er að taka þátt í einhverju þá tekur það alla leið að sleppi Nú ertu að fara út alltaf að plugga nýju lægi og svona bara sem menn gera. Voruð þið að spyrja það Rás 2 hvað ást að spáður með glentan penisinn og það er bara hér. Það var eitthvað minna. Glentan penisinn. Mjög sexy að þú má tega það. Takk að kjalla fyrir það. Sérstaklega stendur hann að reiður uppi hann að bleika vegginn og sést jo six-pack aðeins standi laum. Ég viðurkenni, ég var smá feimin, þú veist, prófa að neppa eins frá hérna. Það erum við að gera það eða? Þetta Rúrik segir bara svona ég neppa frá, hvað er þetta ruggluð? Rúrik sem segir, má ég ekki neppa frá? Rúrik býður að fá að neppa frá það þarf svona byrja Jón mjög oft Þetta er geggjaði myndir að þér. Þetta er æðislega myndir og maður búin að æfa vel og þetta kom einhvern veginn að hárri eftir augnablikki. Reynda finnst með þetta áhugavert að þú sagðir að mann svona pínu eins og með svona, þetta er alveg pínu djörf myndataka öllu gannisleitu og fannst þér óþægilegt að vera í henni og hugsaði hvað er fólk að fara Ég hugsaði, nei, ég var ekki dó með þetta þetta sko. Þau voru líka eins og Anna Maggi og svona, hún var svo mikið að leikstýra mér og svona, þú veist eitthvað, og ég mátti bara ekki brosa og horfðu þangað og þetta var allt svona og það var bara geðveikt og við vorum sko í 5 klukkutíma ég var einhverjum 13 mismöndi dressum og fór hún í einhverja sundlaug og allt að gerast og bara, hún tók, þú veist, 10.000 myndir eða eitthvað og svo hún bara þetta er geðveikt ég var bara að vona eitthvað Vogue og Euroman og eitthvað sé að fara að ringja sko Við erum alltaf við tím Húrra. Það er ekki einhverjum viðtölum, ég er ekki út lag. Þú veist, það fer ég bara í myndatöku búið. Þetta er geðsjúka mynd. Það er hálfur onni hérna, jakkafötunum onni, það er þessi dítilar sko. Sindri sem á Húrra, hann bara, hann fer onni, þú veist, hann bara drullu saman rándir jakkaföt. Sindri Tenerife vinu Gilsar sko, hún er saman í Patilum daginn á Tenerife.
Rífæðvinnuðin Við séum átt saman þar Það að húrra menn eru stemningsmenn Ég elskar Hvort tekur dagarnir núna daginn þegar vika bara, sólinn bara hlæjandi hér eða tenni í svona góðum gýr Sko, mér kann vel við þetta land þegar þetta er svona eins og þetta var hérna Það er ekkert sem keppir eiginlega við þegar hún er að glenna sig hérna Á Íslandi og allir í góðu skapir Þetta væri besta land í heimi, ég fullir það ef þetta væri veðri allar ásinsring þá sá skelli ég þessu fram Allan ársins Hvað er leiðilega við Ísland? Töðið Hvað hverfur það ekki með sunshine? Töðið Þannig að þá er þetta hljóðum skemmtilegt Ég veit ekki með ykkur en ég elska þegar sólinn fer að skína Talandum töð nú á að fara taka að fólki að geta keypt sér eitt bjór á vellinum Sáu þið hrettina Hvað töð eru þetta? Þú veist Það lóksins að vera gaman að fara fótbollar í Íslandi þá auðvitað kipið því í burtu Síkalegt land Nú ætla ég bara að segja Ég fullorinn maður, ég fertur Ég þarf Hvað er að gerast hérna? Akkur má ekki komið bjór einhverstað Þú veist við erum með kjæst í stúdíunum Við erum að ræða svolítið hann Og með þess að Máni og JJ Ég myndi segja svona the brains bak við Ice Guys þessi tveika Ég bara segja, ég hendi því fram, ok Þessi tveika sem drekka ekki áfengi Þeir eru báðið kólvillisir yfir að var banna bjór hérna á þessu fótboltvelli Mánika var með bara reyður á social media sko. Þetta hjálpar félögunum Lefðu bara fólki að fá sér að gata beer En annars er það JJ vil ekki tala um þetta Eldar hann fyrir henni að fara að blanda sig í þessa pólitík Hann geti mist húrrasponsinn Hver er svo besti? Ég vil ekki það Ef húrra kippur út myndunum aður og glennaði penisinn það verið geðvik Er maður að fara að setja þetta eitthvað silkiprent og eitthvað svona dagatalaða dæmi? Ég meina myndin það er í símanum með rauðupessunni Þetta er bara portið, mynd bara einn í stofu Ég ætla að taka bara svona smá Jerry Maguire moment að þetta Ég vil að sonu minn sé að hlusta á tímavél að geta Ice Guys ís að skoða dagatalið til desember Það er bara sem ég vil sjá Nei, það var ekki eðvikt Hvaða snill líka við hugmyndina Ice Guys ís Show me the money Leð maður að geta vantulega JJ sem fattuðu bara sem Ice Guys ís eða ekki Talað önnur moment eftir hvað ásatt ég var sem við sátum inn í baksvísi Laugardalshöllinni og Gilsarinn var í 38 mínútur að segja að ég væri að goddamn Jesus Nei, maður sagði það á svona 18 mismunandi vegu Í hálftíma Ég væri svo til að vera í Ice Guys spjallinu sko fyrir potið með svo tjátt þegar kom moment á sunnudagsmóti boys Hvað með fucking Ice Guys ís? Hvað er á okkur? Já, kom frá JJ Staðfest Ok, hver áttu höndina á Ice Guys ísnum? Sko, þetta er sko Elli hjá Kjöris ringdi mig sko og það var alltaf spurning King Elli frá Kjöris Já, kongurinn sko Já, við erum annað Þetta er í fristinu með mér, ég get lofa því Kjöris er trillt dæmi sko Þetta er svo heiðalegt dæmi, þeir eru bara að framlega ís Það er ekkert, þú kemur ekki inn á skrifstofu það er ekkert glansandi neitt sko Ef ég síg einn ís Hvað milli far ég mikið yfir á JJ? Ef þú vil breyka það niður einhvern veginn Já, ég skal senda auðvitað numbers Getur þú gefið með það info? Sjúa Nei, ég bara sígur í sig Eftir svona? Nei, ég bara velta steinum Ég er gaman að veist það, það myndi sjúa veldig ofta Eru þið að býta í frostpinna? Í frostpinna? Nei, tók hann að bláa ísatnum daginn Já, þú veist, þú býtur að skilur Eru þið að tyggja frostpinna? Já, ég fatt að Ég það sko gerir það enginn Er ég galinn? Ég oft tek sko þú veist, hjúpin af sko. Ég gerir það líka en maður er ekkert að tyggja ís eins og bara hlaupkall skilur Nei Ertu þá að meina upp á hvort þetta sjúa eða tyggja ís? Er það pælingin? Er það svona pæling? Ég er bara að fóra aftur að pæli þessu Já, þú veist það er góð pæli þessu fólk er ofta að sjúa Ég sendi ykkur texta bara Ég mail ykkur í kvöld Ég skal bara taka vídeo af mér og geta ís og senda þér Já, veit ég hvernig þú borða ís Ég man langar að kópa það Þið geti gert það, við erum með svona á TikTok þá erum við svona taste test Þannig þið geti gert það, við erum svona taste test og sett inn Hvaða næstu vöru er Ice Guys að smíða? Ég veit út með eitthvað út cooking eitthvað, ég veit ekki Já, shit Hvað?
Nei Segðu bara hvað þetta smíða Ég veit En áður en missum Já að þá já það er nóg í gangi Spyrjið, þið megið spyrja með öllu. Nei, mjög spennandi, þú varst að segja okkur hérna áðan áður en við íttum að rekka, þú ert að leiðin til Nashville þess að missar á höllinni hjá okkur Já, ég veit að það var Hvað ertu að fara algjör að gera í synd Nashville? Ég var að reyna að breyta með hann En hérna, ég veit það ekki Þetta voru eitthvað hóið í mig eitthvað K.K. Múkisson og spurði eitthvað, ég veit ekki komið til Nashville Skilur Gaukur Litla neymdroppið maður Tekur á mót okkur og erum á í stúdíó Takk einhver lög og Er það að gera plötu saman? Já, bara einhver nokkur lög Prófa eins að leika okkur Það er rosa Já, Hvað er þið lengi úti? við verðum í næstu viku skilur Fyrir út á mándi, heim á sundi En þú ert að lenda samt á mándismótni Þú veist, stemningshópur Já, þetta er æðislegt, þetta eru algjör snillingar Já, þarna, þetta er alveg, þú þekkir þess að stráka Þið þekki alveg brásana Tónlistarmennir okkar. Já, tónlistarmennir okkar Ég myndi að segja Múkisson Já. á þess að gera lítið og öðru viðmöðnum og þá held ég að þetta sé bara besti náungi sem ég komst í Já. bara tærfið sko. Við Mósvellingar erum svakalega stolt að hafa hann fengið hann upp í til maður Já, hann býr í Mosó Já, hann býr þar, já Nei, hann er ekki svona íslendingur, hann er Nei, hvað var hann? Súð Eða ból flad Flad. Ég þór ekki að fara með það Er hann flat eða súð? En það er nýtt lag Já, Við mögum ekki gleyma því ástæðan Ég nenni ekki að tala um það er bara svo gaman að fá þig. Já, það er Ég veit að ógeðslega þetta gaman plugga þetta. Kottin Já. með skýslu Hvað? Lagið heitir Tímavél. Tímavél, ég meina þið tengi alveg við þetta að vera eitthvað svona fara tilbaka og hugsa eitthvað skemmtilegt skiluru og þetta er þessi pæling og auðvitað kannski skemmtilegt að músík gerir þetta oft með mann líka eitthvað lag kemur á og þú bara pam, komin aftur 20 ár skilur Lagið er ekkert um það að mér er kannski líka ástina og þú veist sem er ekki nýtt koncept hjá mér og góða er að Hafdís var alveg svona daginn var ekki verið eitthvað að gefa út aftur eitthvað næsta lag, eitthvað ástalag með eitthvað svona, svo síndi henni þetta hún var glöð með þetta lag, skilur það var gott En það er að gerast á heimili þín og kona henni segir bara herru, mér er hægt að senda fleiri ástalögum Já, svona, já, eiginlega sko ekki hætta því endilega, kannski kom með Bara eitthvað svona, rómantísku. eitthvað annað, skilur Rómantísku gæi og hérna, já, það er fyrir það Líka gæstu að geta gert það Nei, samt svona grínust Það er samt svo gæstu að geta gert það Það er saman bara, ok Við erum bara 3 trúðar hérna og við erum að semja bara eitthvað lag um Guð og eitthvað svona Þetta er dæmi geðvik klög og hætti þessu Já, en bara ef ég myndi semja ástalag um Rakel þá væri ég með viku held ég Það er svoleiðis. Nú er bara hreinskilið Það væri vika og vika ef það kæmi lagur En ekki, ættir ekki bara vandaði og ógeðslega og þú veist, það væri bara Ánþín reyndar Já, þetta grínast, já, ok Segir þetta ekki bara segina að það sé um hann? Já, ég samt að þau þegar ég var 17 ára Já, ég myndi kynast þess Æðislegt, það var þessi Nei, og þetta er bara gott fílgútt lag Þetta er bara algjört og því að líka fekk sko loka mixi þegar það var svona bongo skiluru og vera aðeins smá rúðutan aðeins niður Er Sæsin á mixinu? Sæsin á drengu góður Sæsin á drengu góður Er hann að mixa þetta? Nei, ég held að Pálmi hafi tekið þetta alla leið bara. Pálmi með það Já, þannig að þetta er gott skilur veist, og þeir eru að fara að syngja með og síðan er JJ Fertur, það er í höllinni 1. nóv og það er með salabráðum Nei, ekki höllinni, ég hef verið í Eldborg Taktu bara höllinni Nei, ég er í Eldborg Geðveit, ég er í 9 lögðushöllinni Já, frjálsið þar döndinni Beint á þetta til JJ hvað? JJ Fertur? Já, ég verð Fertur 30. október og 2 minútur senna er í Eldborg 1. nóvember Hvernig byrja með þess að lagar? 2. júní Það er satt hérna Aftur Já, kem bara aftur Það droppa bombu og ég þakka að kellaði fyrir Það er líka november, drefleðulega mánuður og fólk vil entertainment þá sko JJ, við erum að gera okkur greiða Við erum að taka frá, þú veist, sæti fyrir okkur Eitthvað geggjusæti Ekki henda okkur á svalirnar Ekki svalirnar Hver ætlaði þú að gera plötur á þína? Ég ætlaði að gera eitthvað lag með þér Herðu, auðvitað Þú ætlaði að sagði þér að einhverju þættu og ætlaði að gefa út plötur Stemningsplötur á árinu Sko, Það sagði blöggastinu ég ætla ennþá að gera það sko En sko, JJ er fyrsti gestur á stemnings En veistu hvað? Ég ætla að fá JJ til að rappa á henni Já Því að JJ er geggjaður rappari Pollagala Já, það var sokkur í bara eiginlega í alla rappara landsins þegar JJ kom bara og það var alveg rapp sko Það Ef að við værum hérna, manstu, þegar við vorum Ísland Got Talent Manstu, Ég man eftir Good times Manstu eftir mómentinu þegar ég tók ekki brandarann sem við vorum búin að ákveða Ég bara beig Hann aftur við vorum búin að ákveða Hann ætti að leggja eitthvað svona upp og ég átti svona að leggja það síðan alveg upp þannig að hann geti pönsað hann Já. Nefn að ég var eitthvað sofandi og hann kemur og segir þetta og ég er svona
Þannig að hann, og Og þú veist þannig að koma svo 4 óþægilegt sekundur í sjónvarpi eru geðið langur Ógeðslega tími og hann langur. var alltaf, horfði svona, alltaf stækku alltaf augun á honum svona Já, en næst er það Ég hef ekki bölds En mér langar að spyrja, ef þú myndir mæta í, ég segi bara stjörnuleit eða idol eða talent, hvaða lag myndir þú syngja fyrir dómnefnd? Ég myndi syngja Jealous Guy Geða okkur smá Það er svona I was dreaming of the past Væri með gítarinn And my heart was beating fast I was hurting inside I was shivering inside I didn't mean to hurt you I'm sorry that I made you cry I didn't wanna hurt you No, I did not, baby I'm just a jealous guy Wow Sorry. Ég var ekki að geta sungið svona Já, Það er ekki alltaf lilla, sjáast í Östubæ jú, það var ég er komin áfram Gullmiði Mamma, ég var að komast áfram í Östubæ Þetta er ekki að grína, elskar mig Það átti ekki vonað Það heitir Tímavél Jón, alltaf heiður að fá þig Hey, love you guys Góða skemmtun í höllinu maður Þetta er nýjasta lagið hjá John Johnson og það er komið á Spotify og eins og ég sagði, Tímavél, let's go FM 957 Hárið það eru Dynout og Loops Hero sem færi ykkur FM 95 blöð hér á FM 957 við minnum á gjafabriðin frá Dynout og svo bara ef þú ætlar að fara eitthvað út að borða þá gerur það gegnum Dynout og sérðu hvaða borður er laus og ef að Auðun Blöndal risaðalega byrjar að nota Dynout þá getið þið það líka Það er sko, þetta er ekki eins og bara á Íslandi, þetta er líka á tenni Já, Það er rosa það þarf að fara, okkar besta þarf að fara að bæta inn nokkrum stöðum á tenni ég held að það breytin eins og en ef við þekkina rétt þá verður allir staðinir á tenni komnir inn í þetta eftir smá Er tenni bara, er þetta bara Ísland Volume 2? Veit Pétur Jóhann ekki, ég er í beinni útsendingu á Nei, FM 957. það er alveg ótrúlegt hvað hann er að ringið þig Hversu heimskur er hann? Svara hann og setja spíkar Nei, ekki svara hann Ekki svo Nei, Peter Pétur Bara Pétur Jóhann Þú ert á spíker Við erum í beinni, Pétur veist það er útastáttur á föstu Það er enda bara öll þjóðun að hlusta en það er föstudagur og klokkan er 17:06 og ég er í útvarpinu en þetta er ekki eitthvað sem ég getur rætt bara Eru framan alla? Er ég í beinni það? Já, já Er ég í FM 95 blöð? Já, já Það er ánægilegt Já, Það er ekki Í hverju eru þið félagarnir? við erum að fara í spurningefni gilsarans Já, við erum að fara, þetta meina ekki í hverju eru klættir, þetta alveg það Já, í hverju eru þið? Steindir í svartum ból Blöður Er þetta grað? Já Svörtum ból Það byrjar ekki vel maður og blöður í hvítum ból og Ójá, allt áfram Hvernig, hvað, stendur eitthvað á þessum bóli? Þetta er 66 á norður að svona eldgoss á honum Eldgós og 66 og undir blöð Vá Það er eldgós þetta hjá mér líka Hann er í svörtu buxum, blöðurinn er í svörtu buxum Svörtum buxum Er sauðburður í gangi það? Skellt á Ég ætla að klára spurningu ekki þetta maður svo hringið breiðið eftir Nei, já, fyrir ekki Gaman að heyri þér Ég er líka mjög spenntur að heyra hvað erindið er sko Það er ekki svo Sverrir og Steindi sem hringir bara út af engu sko Nei, jú, Pétur er samt svolítið að ringja Hann ringir oftar en að sendir Nei, í staðan fyrir að senda bara eitthvað á Messenger og ringir hann sko Ég hef helviti gaman, ég ringdi í Egil núna daginn og klukkan var hún var orðin 9:30 kvöld Ég ringdi í Egil og hann svaraði, hann sagði ekki hæ eða eitthvað svona, hann svaraði sé eitthvað druglar að ringja 9:30 Ég 90% líkur að ég hef verið svonandi heppin að ég sé ekki svonandi, ég var að koma á gólfi ég horfði á klukkuna, já auðvitað klukkan er 21:30, hvernig datt mér í hug að ringja
Já, ég hafði lítið gaman að því. Það er svo tiny little baby. Það er King of Losing. Já, alveg rétt. Og hérna Ég nenni ekki að vinna þessa. Nei, þemað er svona hérna átti ekki allir góða viku. Nei. Nei, þessi var erfið fjöllu. Það var erfið ekki. Herðu, og strax eftir spurningkeppnina þá ætla ég að spila í fyrsta sinn nýja lagið með DJ Muscle Boy Unstoppable. Sverrir Bergman og Jóhann Guðrún. Já, líka gaman að hérna það lag fættist að ég og Blöð við sitjum bara hérna eftir okkur sunnudegi fá okkur a couple of beers sem er brunns þegar Blöð segir mér að lag sem að hlustundum á svona sem gera motivated er Unstoppable og það segir, hvernig væri bara að remixa Unstoppable og fók að segja Sweats og Johanna í duet og það er bara orðið veruleika. Það er búið að gerast. Og það kemur út á Spotify eftir viku en okkur ekki bara spila það í dag. Why the hell not? Gefa smá fórsni. Þetta er Jóhann Guðrún og Sverrir Bergman sem eru bestu söngvarar landsins. Þau eru að fara að taka þetta með þér í höllinni. Já, klárt. Hversu gaman að sjóðu bæði lappin og svið syngjandi saman sko. Sturla. En sko King of Losing, þetta er kannski ekki keppnin svo þetta er kannski langar ekki að vinna hana samt væri gaman að vinna hana. Titillin hljómar illa. Já, maður veit ekki vera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ertu það mikill loser að þú fari oftar en 10 sinnum til Atlantic City? Já. Eru báðum punkt þetta? Já. Ég er ekki alveg viss með Stoney Eru farið oftar en 10 sinnum? Já, hann er komin í 13-14 13-14 skipti? Ég held að sjá Helmingin að æðinni? Ég held að sjá ofta. Hann er ekki 26 ára. Nei, hann er satt bara eiginlega helmingurinn. En maður loser ef maður fyrir oftar en 10 sinnum til Lazy. Nei. Fengu stig. Það fengur bóð stig? Já, við fengum stig. Þannig að við erum lúsir að fara svona oft. Nei, ég veist. Ég held að það væri öðvöld. Að við farið undir 10 sinnum eftir lúsir. Þú ræður þessu. Ég hatar þessa borg sko. Ég veit það. Nei. Hefur þið langað í gælu en einhver annar gæi stalinni af þér? Já, bara story of my life í gagnfræðaskólanum sko. Það er bara svolítið þannig. Það er blöðu líka að pakka þessari kæru Það vera skotin í einhverju stelpu kannski og einhver annar byrjar með þér. Já, og svona einhver annar gæi sem er sexy. Já, bara toppum með head, veit ég 3 ár. Já, ég ætla að tengja þetta. Hvaða gæi voru súbing í Landakös eða Bust Machine eða hvaða gæi voru að mæta þarna? Eitt sem er svona fest í minni Sverrir Kári Karlsson sem var svo valinn herra Ísland einhverjum árum senna. Sverrir Kári Karlsson skotin einnig stelp og hann byrjaði með henn og ég fór í fíl út í hann, hann var góða vinnu minn. Svolítið erfitt að keppa kannski herra Ísland sko. Já, þú veist að tala við henn í dag. Þetta bara beðið hedgið Já, annars væri eitthvað að mér. Nei, ég var 13 ára. En svo var það líka þannig að þú veist úlingur að varstu kannski bara skotin í þessari stelpu núna og svo morgun einhver annari. Það er ekki takt að keppa við herra Íslandi, það var bara ekki breyk. Hann var ekki orðin herra Ísland þá. Já, þú átt bara ekki breyk, þetta er bara búið. Ég hef aldrei séð 13 ára herra Íslandi ill. Ég bara segja, Því miður. en var það ekki herra Ísland? Jú. Það sé að segja, mann herra Ísland 12 áru seinna. Já, hann er að tala um þetta var ekki. Ég meina, hann var með, hann var ekki tvítur. Hann var samt búin með álur potential greinilega 12-13 ára gammal til að stál gæla blöðunum, sko. Já, ég er ekki herra Ísland. Það er nokkuð ljóst. En hann stál ekki, þú veist, það er ekki svo blöð hafi kærustu sem, þú veist. Það var bara svona báðir skotnir í einhverju og það er ég að fletta þessu gæi, það er hugulast í gæi sem ég síða, sko. Það er mjög myndalega. Ísus. Já. En þú tapar allavega fyrir hugulunga, já? Já, kallar þetta tap? Já, ok, jú, ég skal gefa það. Þannig að, Stóni, þú ert aldrei gest við því á æfiðin, landið gælu og svo kemur einhver DNA-maðurinn eða... Þú var að segja á hann. Eða slæjarinn, Búin að segja á hann, mástu. Hann sagði já. Mistur að því það? Hver stakk undan það? Ég bara, þú veist það... Svanþór eins og fasteignarsali? Nei, ég bara... Ég þarf á nafn, blöka á nafn. Það kom bara með fullt nafn, það var kennutölu, það er Sverrir Kári Karlsson, það var bara kennutölu. Ég er bara ekki með nafn, þetta er basically bara... Veist ekki hvað það var? Nei, bara allur vinahópurum var kannski skotin í sömu stelpunni, skilur við. Já, hvað gæi... Það veit ég ekki maður. Hver var svalastur svona í vinahópum? Svanþór Einarsson er náttúrulega, sko, hann er fættur 77, þannig að ég, þú veist, það væri mjög skrítið. Þá ert þú 13 ára, það er sorglegt ef að Svanþór Einarsson var að koma tvítugur á okkur bíl að stila pínu þegar þú ert skotin í, sko. Það er ég að reyna að segja. Já, skulum bara hafa það alveg á hreinu. Það er eitt sorglegt dæmi ef að það er þetta. En það var enginn að segja það nema Egill Einarsson var að stinga upp á því. Nei, ég er bara gaman að fá... Það sagði bara eitthvað nafn. Ég elskar að fá nafn bara við söguna. Já, ég er samt ekki nefnitt En nafn. mannst getur neitt píu sem var skotin í gagnfræðaskóla eða fjölbraut og... Nú er það að ringi mig líka. Hvað veit fólk ekki að við séum? Nei, við erum ekki bara... Þetta er ekki Pétur Jóhann að ringja En akkur allir búin að gleyma því að við séum í beinni útsendingum milli 4 og 6 á föstum? Það er ekki jákvæmt. Herru, næsta. Er vesti dagur æðina þegar vinun öskra á þig þú varst að hægja þér?
Nei, mér verður alveg sama ef þetta gerast. Ég ætla ekki að segja vesti dagur, alveg vesti dagur æðar minnar, en Ég var aldrei að segja svo reyðan. Fæ ég stig Fæ ég stig ef þetta fyrir á topp 10? Já. Takk. 2-2, böðum. Helviti hefur átt gott líf maður. Auðvitað var þetta ekki 2-2. Sko, þið viljið vinna þessa. Ertu það mikill loser og þú keyrið þér á krókin, horfður á Tindastól tapa og sama tíma fekk United rassariðingu á gamla skólanum. Herðu, hvað? Og þú keyrið þér svo heim pingu lítill. Já, ég fæst ég það, þú veist þetta alveg. Ég sáði þetta í byrjun þáttar, þannig ég vissur alveg að þetta verið punktur. Ég veit ekki hvort ekki ég sé það mikill loser fyrir vikið, en vissulega. Já, Stóni? Nei, ég vil taka það fram, ég spilaði hvoruðan leikinn, sko. Ég hef ekki upplifað þetta. 3-2 fyrir blöð, þú þarf punkt Stóni. Hann vill ekki vera loser. Settu þið í stand. Ertu það mikill loser, þú er eld gellur á bænasamkomur til að get some. Sko, hann orðaði þetta loksins í rétt. Þetta er punktur. Ég meina Hvað er rangt við þetta? Þú get some, það var kannski ekki alveg komið svo hugsun. Nú, hvað áttu að gera? Já, bara, ég veit ekki. Hvað áttu að gera? Já, ég ætla bara að segja. Ég nenni ekki. Veltum steinum. Ég vil ekki tala um þetta. Ég vil ekki tala um þetta. Nei, ég hlýta mega sleppa ég að tala um þetta núna því að ég er búin að tala um þetta í svo mörg ár. En veistu hvað ég er ánæður? Hann orðaði þetta rétt. Hann var ekki um kringluna. Hann sagði að elta pí og bæna samkomið sem hún gerðir. Þetta er bara óþægilegt. Ég er bara að breyta mér í þessari keppni. Ég orða hluti smekklega núna í þessari keppni. En byrju, hvað ertu gamall þarna áttustundi? Ég er bara kottnungum maður. Já, en samt komið bíl, bró. Með hlaupandi. Já, það er alveg to get some. Dóri, en ég var auðvitað ekkert búin að vera með prófi lengi. Sko, Dóri DNA, mann eftir þess að sögu svo þetta gæst í gær. Hann er með the memory of the elephant. Ég þarf að hlusta þann blöggastáttur að hann fyrir þess að sögu. Við getum fengið það bara aftur. Hann er til að koma hvernig sem er að ræða þetta. Sko, drengir, það þarf líka aðeins að slaka á að sé ekki alveg að kaupa að því að Dóri nýtir sér það líka, ég mæri þetta ekki alveg nákvæmlega. Þannig að það getur fullt af það sem er ekki alveg upp á 10. Hann er 3-3. Er það grínast eða? Já, þetta er rosa spennandi. Ef þú myndir lose all your money, heldur að Gellur myndir samt fíla þig? Vona það? Já, maður vona það. Ég vona það er bara ekki korrekt. Ég þarf að jáða það, nei. Það er þetta svara, ég get ekki svaraði fyrir. Nei, ég veit það. Já, ég meina, það er ekki allir með pening og heilanum Egil, sko. Það er svolítið þú Egil, sko. Já. Þú ert með pening og heilanum, svo veitur það. Jú. Bara, múst að vera... Ég er bara að smíða þessi keppni. Ég hafði lítinn tíma og mikið að gera í dag. Ég get ekki sagt þannig að ég vona það. Ég get ekki svarað fyrir píutan í landinu. 3-3. Þetta er það mikill loser. Þú er aldrei farið í engaþóttu eða þú risast það ekki. Já, ég veit ekki þetta. Hörðu Stóni, þú ert að virðist vera að pakka saman King of Losing og samt fó blöðarinn fílu fyrir á krókin. Það er ein eftir Er maður bara orðin loser í dag að hafa ekki verið að fara í engaþóttur? Helvíti, þetta hár standard í þessari keppni maður. Ég hef aldrei farið, ég fengi líka punktana. Ég er loser með þetta. Pekkar konaði öll kvöld. Döða farið fyrir Þú átt að pekka. Er þetta nýja dæmi alveg? Já, ef ég segi nei, er ég þá loser eða? Mér finnst þetta let baller move. Mér finnst það eiginlega ekki vera loser. En hvernig fæði maður punktin? Mér finnst það loser að þú voru ekki pekkaði, sko. Já, ég er bara... Það er mjög cool í þetta, þetta er mjög hip. All the cool kids er í þessu. Ég get alveg staðfest að það hefur aldrei gerst þarna hjá mér. Já, ég er bara með blöðurum Ég veit ekki hvort ég sé loser fyrir vikið. Steindi, þú ert king of losing eða king of loser, alveg sem maður getur orðað. Þessi getur verið seasonal. Ég finn að það sem maður getur komið aftur, sko. Herru, ég held ég myndi vinna þetta. Herru, já, en Steindi, það mikið með þetta. Við ætlum að fara í Ég fer með þetta inn í helgina. Hörðu þér að fara í Unstoppable? Já, við erum að fara í nýtt lag frá DJ Muscleboy sem kemur út eftir nákvæmlega viku. Daginn fyrir höllina. Ef þið er ekki búin að tryggja ykkur miða í höllina 31. maí, þá farið inn á tix.is núna því að þetta verður, eins og við höfum sagt, þetta nokkru besta partí allra tíma. Þetta er ekki tónleikar, þetta er festival. Já, þetta er festival. Þetta lag verður tekið þar, kemur á Spotify eftir viku. Lagið heitir Unstoppable með Sia, en þetta kom í svona teknobúning á DJ Muscleboy og Jóhanna Guðrún og Sverri Bergman þetta með þeir eða ekki? Boom. Hlustaðu þetta. FM 957. Ég ætla bara svo langt að segja að þetta sé besta lag DJ Muscleboy allra tíma. Takk. Og ég er ekki að grínast. Kemur út á föstudaginn og verður í höllinni daginn eftir. Það er rosalegt.
Unstoppable, Jóhanna þetta er- Guðrún og Sverri Bergmann í alveg Jöfnvel geta það sungið maður. Já, þetta er ótrúlega dæmi. Það verður geðið með þetta að sjá þau labba 2 saman hlið við hlið upp á svið. Já, Ég get lofað að margir að hlusta núna sem eru pirraðar ef við get ekki farið inn á Spotify og hlusta aftur Já, á þetta ég bara var skita. Þetta var of lengi en þetta veistu kemur það? sólarinn fyrir þetta gig. mér finnst þetta samt skemmtilegt. Þetta er bara alveg svo þegar linkurinn fór á flakk með 273.5 daginn í Mosó. Já. Hugsa bara, æ, fuck it, skiptir Já, það ég var bara lyrik, nú er allir búin að heyra þetta. Býða bara spennt. Það er engin rétti að rönga aðferð við að release song. Maður búin að aðsá því. Ég svo hvað Pretty gerði með og King Luigi með Skína og bara spila þetta giggum í svona halvt ára og heldur svo út. Já, bara, Mjög snjallt. þetta eru bara lög og bara þau eru gerð svo fólk heyri þau, sko. Takk. Eru þið tilbúinir í sturlaða staðrindið, Ríkir? Já, insane facts. Já, við fyrir alltaf í það beint eftir spurningkeppnina og þær eru góðar í dag. Ok. Það er einn þeirra er hrossaskítur og eru þið ready? Já, Ostur var til á undan skrifuðu máli, sturlu staðrind. það er venjulegan ost. Já, bara ostur, hvað meinar þau? Það er til alls konar ostur. Já, í dag, en ekki þá, þegar fyrst osturinn kom, Takk. það var ekki gotti. Nei, ég Nei, er bara bara Og ostur. hvenær byrjuðu menn að ride? Spurðu gerfugnættina. Ég meina þú veist, En, það er heldur langt síðan að menn byrjuðu að skrifa hvað kjæftaði, sko. Já, þá var Kjöldur ostur gamall á Já. maður. Já, Það var mættur. þú veist að menn voru farin að bara skrifa á okkur skinn og Já, í einhver hellum og eitthvað og Já, En það voru ekki menn að tekna beljur og veggi hellur eða? það voru ekki að skrifa. Nei, það er meira Já. En það sagði ostur var til á undan skrifuðu Ég held að máli. það verður mjög gott að vera að vinna bylgjur núna, sko. Já. Við erum í idiot sandwich í sena, sko. Hvað meinar þau? Ég bara, hvernig byrjuðu menn að skrifa? Gerum við þetta, sko. Já. Svo er næsta, mér fannst þessi mögnuð. 5.000 árum síðan. Já, þannig að osturinn er Hversu búin að vera gamallir ostur þá? það er vantilega eldur. meira en 5.000. Já, Það er ekki flókið. Ekki nema að segja hrossaskítur, þú voru aldrei byrjað á hrossaskítur. Já, hann er stundum með loopholes. Hann er mála, blöðan ekki fættur í gær. Hann hendur í ykkur curveballs, sko. Já, já. Herru, það er næsta. Tré þekkja börni sín og passa upp á þig. Já, Tré eiga börn, þetta vissi ég ekki. Já, hvað segja græmitsættinu á þessu? Ha? Já, meinar. Já, ég minna. Já. Ef að tré þekkja börni sín, vantilega vilja það ekki að þú setja stígun og þau að rífa það upp með rótum eða Æ, guð. passa líka upp að það stóð eitthvað fullt þarna upp á skugg. Þetta er bara tré. Þannig að tré Passa upp á eru með börnin sín. tilfinningar Eiga börn. og eiga börn. Já. Og geta aldrei aftur að stíga á tré á æðuminni. Það er búið. Nei, og bara hættum ertu ofta að stíga á einhver trí? Nei, ég bara stundi að lappa. Ég er málið því Ég að held ég lappa bara út í. aldrei farið einhvert út og vera að stíga. Nei. Stór ertu þetta að stíga á tré. Ég er sem tala svo tiny little tré. Svona 15-20 cm tré. Já, Tiny en- little. já, en það er- Það er lítið þau að baby. börn líka, eða ekki? Jú, en það er bara mjög erfitt að finna einhver lítil trí og Ég er ekki að tala um að óvart stíga á hana pálmatrí. Ég er ekki Transformers kall, sko. Ég er bara að tala um, þú veist, bara pínlítið tré. Já, já, bara eitthvað sem er nýgróð og sett. Erðu næstaði fyrir þig, Steindi? Já. Af því að, bara, þetta er gott fyrir það að vita því að þú nú lýsti yfir að þú gerir þetta og ert oft mjög stressaði maður. Að þefa prumpi sinu, minka stress. Vissu kemur með það. Ég er ekkert alltaf að Minka segja frá stress. þessu. Já, minka stress. Ég er ekkert alltaf að þessu. Nei, en það sagði einn svona. En þú ert samt, þú þefar. Eða þú veist, Ég held skilti ekki bara mála, þú ert ekki að lausa, sko. Ég Ég held- spá í þessu. Það er ekki allir gert það. Ég held að það væri bara ókslega skrítið ef einhver prumpar og bara heldur í sandanum og hættur að anda, sko. Hvað, viltu benda mér á það manneskjöðan? Ástu mér, réttu mig gasgrímuna, ég þarf að reyka við, ég má ekki finna neina lykt, ég má ekki finna lykt en þessu og réttu mig grímu. Eða klemmu og eitthvað á nefn. Það var allir þefað. Þú veist, en ég er ekki, fer ekki út í hotn og prumpa og býð og spendur og þetta er ekki svoleiðis. Það er minkar þetta stress. Já, en þú ert ekki að mókis upp í nefið. Gæti verið að Nei, manjur. þetta ekki. Okkur er minkar þetta stress að þefa prumpi. Stórskrið. Minki stress. Sko Þínu þetta eigin er, sko prumpi. Þetta er þetta lélegasti hrossaskítur. Sko þetta eða osturinn er alveg manjur. Erðu það næsta? 11% af bandarækjumönnum hafa aldrei farið úr fylki sínu. Það leika sens. Þeir eru bara í hjólisunu, silkislagin, fara ekki neitt, sko. Við Steindi, mér finnst ástæðan fyrir tók þessa. Þetta er nú ekki, fyndi ekki það þetta er ekki fyndi neitt að þessu svo sem. En við vorum í AC daginn og hittum vorum að spjalla við blackjack dealer sem var bara svona okkar aldri, manstu, sköllóttu gaurinn hérna sem var að spurja hvað við gerðum og við vorum að sína honum drauminu eitthvað. Hann var 43 ára og hann var svo spenntur að því hann var að fá vegabriðu sitt í fyrsta sinn. Hann hafði aldrei farið neitt. 43 ára. Já, Þannig að svo er vera í líka bara AC Nei, allæfi. hann búin að vera í bandarækjunum en aldrei Já, farið. bara, en ekki bara búið í New Jersey. Nei, alls ekki. Bandaríkin er náttúrulega bara eins Þá og er eitthvað, að við erum í bandarækjum en bara svo ferðast um allan heim. Það er stórt shit, sko. Bandaríkin er náttúrulega bara, þú veist, eins og
ekkert eins og eitthvað eitt land sko. Nei, ég meina þetta er Miami versus New Jersey, það líður ekki að þetta sama landi sko. Nei, en hann var nýbúin að fá vegabrif var ógeðslega spenntur og var að spurja okkur hvert hann ætti að fara við sögum að drulla sér til Ítalíu. Svo náttúrulega líka bara fullt af liði ég hef aldrei farið til Ítalíu sko, ég er en idiot sandwich sko. Svo fullt af liði sem bara það mjög erfitt fyrir fólk í sömu löndum að fá vegabrif get ekki farið, þótt að væri meira að búa að safna sér peningu og allara þú getur eða Bandaríkjunum sko. Já, þetta er eins og þegar vorum í Jamaica manstu, þá bara átt hann ekki vegabrif sem það voru að vinna hótelin þar hann var bara með langara en ég bara ekki tætt á að vegabrif hann sagði líka að vera svo mikið vesen að fá það Já, þú veist, já, allavega fyrir hann Já, herru þá er næsta að þetta fannst mér áhugavert og þetta ætla ég að nýta mér að sannfara sjálfan þig Já, sem sagt að sannfara sjálfan þig og hafið sofið vel getur platað heilan í að halda að þú hafi meir orku og kallast placebo sleep þannig að þú átt ekki að vera þegar þú vaknar eða yfir daginn bara, ég svaf svo illa og eitthvað þú átt að vera að segja bara, ég svaf svo vel þú getur platað heilaðinn og fengið meir orku og eins og ég segi, heitir það placebo sleep þannig að hætti að tuða eða væla yfir slæmum svefn og byrja að reyna að plata heilan þegar það hefur sofið vel Já, þannig staðið fyrir að vakna djútt svaf ég illa með Já bara að vakna, djútt svaf ég ekkert eðlilega vel með Vá, þetta var góður svefnmaður Þetta er góð taktík Svo er þetta líka bara ekkert í höndunum á neinum að þú sefur ógeðslega illa út af einhverju sefur bara, heyrðu, shit, ég náðu ekki að sofa í nótt maður svo bara einhvern klukkutíma eða eitthvað Svo ertu bara, þarf bara að fara út í daginn Já Það er bara að fara með krakkinn í skólan En þú getur plata heila en í staðin fyrir að vorkina þér Ég veit það Þá svafst illa, þá áttu bara segja bara, hvað ég svaf vel með Eða hugsa bara, þú veist, þetta er svona Það er ekki að gera neitt í, þetta er eins og lappin í flugvél En ég er að segja, þú getur blektan heilaðinn og þá líður þið betur að reykja sígarettur flýti fyrir gráum hárum þannig að það er einhver að hlusta sem er að smoker þá koma grá hár En akkur er ég ekki gráhörur, ég reykti svona 17 ár og hættir ég reyndi að sé alveg að smá grátt Já, ég kom með smá svona í hliðan ég kom með svona grátt skegg líka ég safnaði skeggum daginn og ég bara, wow, ég kom með fullt af grá hérna Hvað ertu búin að vera hættur lengi að reykja? Það er nú einhver ár, er það ekki? Já, þetta var í skaftaliðinu ekki 6 ára eða eitthvað Já, ég mann, jú, það geta alveg verið sko eitthvað svo leys Svo er næsta sem er mögnu líka kakkalakkar taka hóp ákvarðanir Fundi? Já Skýrslur? Betur fyrir erum við ekki komið þá hérna til Íslands ekkur ráði allavega En þú veist, þeir gera ekkert sko Mér finnst þeir ekki ógslir Ógeðslegir sko Mér finnst þeir ekki ógslir Þeir gera ekki neitt sko Mér finnst þeir bara Þetta er ekki ógeðslegir og sé kakkalaka ef ég myndi sjá eitt labba núna, ég myndi bara öskra hlaupum, ég myndi fara til bíl og fara heim Þú veist, ég veit hann getur ekki Hann er ekki bara að býta þig þannig sko Mér finnst miklu óþægilega þegar einhver panda getur lama þig eða þú veist eins og skóamítillin Mér finnst hann vera alvöru ég tensi kringu þá en að sjá eitt svona erlend og sett kakkalaka Já, ég skítrættu sko ekki sko En þeir taka, ef við sjáum nokkra saman þá getur við verið að taka fund Já, það er ekki gott sko Það eru margir saman sko En veitu hvað, það eru frekar svona, veistu hvað eru ógeðslegasta mest skeri Það er svona pöttur sem eru hérna, ég lasi ykkur að greinum þetta og er þetta fær út í sjó og svona ykkur að pöttur sem geta farið bara inn í þvagrásina eða svona pöttur sem fara inn í þig skilur Þú veist, þú getur fengið bara ímyndar og vera að horfa hendina og þú myndir sjá hreyfingu brautur húðinni Það er Þá myndi ég fyrst Ég myndi bara Það er ekki bara meiri í bíómyndunum Nei, muni ekki þeirra okkar maður myndariðin kom og segja okkur vinu sinna og hafa með pöttur í enninu Það var alveg við Ef það er eitthvað svona sitt sem getur verðt inn í eirað á þeirra eitthvað svona sem getur Fattaru? Kakkalakki kemur bara ef myndi vera með kakkalakki bara vakna og hann var að lappa á andlutuna þér Hann er samt ekki að gera neitt Hann er bara villast og þvælast og snáðast Já, ég held að það væri bara mín versta martröð myndi sjá eitthvað dýr inn í skinninu og handlegnum Það er næsta konur geta orðið óléttar á meðan þær eru óléttar Já Hefði ég vitað þetta fyrir 4 rúmum árum síðan þá hefði maður kannski Hvernig virkar það? Þetta er ekki algengt, en þetta er hægt Ok Kona getur orðið ólétt og pregnant, ertu bara ólétt aftur eða bara komið 2 mánuð á leið og svo annar krakki komið 0 mánuð á leið Örugglega þú ert að vera komið lengra á leið heldur en 2 mánuð Hvernig er það? Segjum þú sett komin kannski bara þú veist, sem að kona sé hálnu meðgönguna svo eignast hún barnið sem hún var ólétt fyrst af og það kemur og verður þá hitt bara áfram Væntanlega, það hinkrar Ég er ekki læknir sko Ég bara lasi þetta á einhverju síðu Ég get ekki Þú veist hvort að hræða mörg pör át þér sem eru ólétt núna
Já, þetta er líklega ekki algengt. Nei, þetta er sjálfgert mjög, en þetta getur gerst. Og síðasta sturlaða staðurinn dagsins að snákar sofa með opin augu. Já, það er bara eins og Leon, mann ekki, hann sá alltaf sitjandi í stól. Já, passið ykkur á snákunum. Já, ég hata, sko, og kannski ekki hata ekki snáka, en ég reyna að kenna Matteo sem er 4 ára, maður á ekki að segja hata, hann ekki þú gera. Nei, ég veit það, ég svo oft í, Leifur sagði það. Sko, hvað er þetta er osturinn eða þefa prumpinu. Þefa prumpinu að minka stress, það bara, reyndar, ég blöð það, þú veist, það er auðvitað að googla bara svona 1000 hluti sem eiga að minka stress, bara að þú snýrði ykkur svona lyklum eða eitthvað, þú veist þetta eitthvað. Ég segi bara, nei, ég skilt skoðun. Þú mátt segja prumpið. Ég ætla ekki að segja prumpið. Hvað ætla þú að segja? Ég ætla að segja að konur verð ekki ólittar meðan þeir eru ólittar, það er mest að kjafta þessu það hlýtur að vera það, sko. Hvað segir þú, Steindi? Það er það, en ég ætla að segja prumpið að því hann tóka. Prumpið satt ekki ólittar. Prumpið var kjaftaði, en ólittar konur geta orðið ólittar. Þetta er snillingur. Þú varst ekki að tapa neitt alvöru keppni. Já, þetta er samt að gaman að ná hrossakittum, sko. Við skuldum auglýsingar og svo höldum við áfram hérna með sko klukkan á rúmlega 5:30. Hvað er að gera? Líður þetta hratt maður? Er pappin búin að senda ykkur að franda það? Nei. En við hefum þekkið það. Hann er alveg vel stressaður, sko. Hann er orðin listamaður. Það er bara þannig. Topp tónlistarstöðin. Þetta er FM 957. Er þetta ekki neitt betri lögum bara síðust ára? Jú, Alexis Birnir. okkar maður. Já, það er bara ég dýrst þægilegt og gott lag. Ógeðslega flott lag. Þetta lag verður tekið í höllinni. Við erum bara að spila lög sem verður tekin í höllinni. Og þetta er náttúrulega bara næst síðasti þáttur fyrir stærsta gig okkar á ferlinum, drengir. Já, drengir, það var að þetta er svakalega stórt stöfina maður. Nú? Það er búið að læsa núna tímasetningum Já, hann var að senda hérna tölvupóstinn. Það er búið að læsa öllum tímasetningum á öllum atriðum. Ég myndi segja að þetta var mjög accurate. Kannski færist einhverja mínútur, en þetta er eiginlega best í staðan. Við þurfum eiginlega að posta þessu á game day, eða bara jafnvel fyrr, þannig að fólk viti nákvæmlega þegar það er komið í höllina klukkan hvað allt er. Þegar kannski eru sumir eitthvað svona, já, ég ætla að mæta en ég verð fyrst að mæti eitthvað, útskrift eða eitthvað. Er það ekki bara að lesa þetta upp eða? Er það eitthvað villast eða? Nei, fyrir mér þetta. Ok, sko, hurðin opnar klukkan 17:00 í höllinni. Já, en við ætlum samt reyndar Ef það er gott viður þá getur við mætt fyrr og það verður DJ fyrir utan og... Já, en ég held þú getur alltaf mætt miklu fyrr, því að við náttúrulega verðum bara með opin bar sem er bara að opna bara í háttegina. Og ef við erum svo rætt á þér, ef við erum hefnið við viður, þá er þetta bara Eva May, Dr. Victor, Richard og bara stemning, svona þjóðtíða stemning fyrir utan á bílaplaninu, þessum bara með tjald og bara fólk byrjar eins og var á gamla góða 900 grið. Gullvagnin, bakkarinn og bara stemning. En opnar ekki orginal höllin miklu fyrr og... Við opnum inn í sal 17:00. Já, tónleika. Þá kemur Queen Eva May sem er frábær. Já, þá erum við að tala um nýju höllina. Já, nýju höllina, en opnar henni gömlu löngu áður, sko. Það er bara glæð 3-4. Það er jagerkastali. Þannig að fólk getur mætt og verið bara í einhverju barstemningu inn í gömlu höll. Fólk byrjar alltaf í hádegin út allan bæ. Það er staðfest, þannig að það er alltaf komið vel í alla þarna. Svo fólk fattir hvað við að tala um. Gamla höllin, það er Laugardalshöllin. Já, það sem bara landsleikir í handbolta og fótbolta, nei, handbolta og körfubolta. En þú getur labbað inn þar, svo tekur bara vinstri beygju yfir í nýju svona frjálsir út á höllinni. Já, hún er við hliðin á Laugardalshöllinni og það er stóra höllin. Já, Eva May í nýju höllinni byrja klukkan 17:00. Sem er læknir og DJ, eins og bróðu sinn Dr. Victor, sem er líka læknir og DJ. Hún er geggjaður DJ. Sem er ótrúlega dæmi. Svo Rikki G byrja svo 17:35. Besti maður. Já, hann verður með Ghostbusters og öll sín bestu lög. Hann verður að taka Ghostbusters. Fólk má ekki missa því. Signature song. Ég ætla bara að senda á hann verður ekki það. Típist hann vil ekki taka Ghostbusters, sko. En sjáu, þannig klukkan 5:30 og þetta er ekki koncept. Fólk þarf að fara í mat, borða kvöldmatinn bara 3-leitið. Já, svo náttúrulega selt. Þetta er basically bara út í vinnu, þú bara byrðin frí og byrjar í hátteginu eitthvað. Þetta er laugadagur. Þú veit, já, þetta ekki lag, ég var á laugadagum í IKEA, sko. Já, reynda fyrsta liðið sem vinnur á laugadagur. Já, bara skipti fólk vaktir við ykkur sem allar ekki. Svo fer Pretty Boy Choco á svið 18:10. Sem er meistari. Já. 18:10 hann komin á svið. Svo bara talandi um LXS og eitt flottasta lag síðust ára. Birnir fer á svið 6:30. 18:30. Þannig að ef þú ætlar að fara að mæta eitthvað eftir kvöldmat, bara glemdu hugmyndinni. Það missur bara að heitast að tónlistamanni landsins. Þú ert bara að fara að mæta þarna upp úr 4, þetta er bara staðan. Þú bara byrjar að snemma og mættu 4. Birnir 18:30. 18:55
kemur King Herra Netusmjör Netan á sviðið. Self-made millionaire entrepreneur Það ætlar að fara að missa af netunni að þá, já, ég myndi bara aldrei missa. Það er ekki að missa netunni Hittin er raunveruleg þar. Það er allir mættir þegar netan fyrir á svið, ég lofaði því 1855 netan, herru, hann tekur sitt 1920 þeir Klas á svið. Það er rosalegt Infinity og allt sitt dæmi. Hann er með geðsjúksett, ég hef verið á Tomorrowland þegar hann fyrir á svið Og það er 1920. Klas er 1920. Já, og sérðu hvað celebrities komu eftir honum? Strax eftir Klas klukkan 8:00 Sharp Mercedes Club með sitt fyrsta gig í hvað? 14 ár. Já, eitthvað, cirka Já. Og hverju komu eftir Mercedes Club? Það er líka ekki verra 2025 þegar Kickstart My Heart í gang FN95 blöð. Boom 25 mínútur yfir 8. Við fyrum 25 mínútur yfir 8. Ég er ekki viss við höfum skemmt svona snemma. En það er bara, svona er þetta. Þetta er bara festival. Þetta er ekki eitthvað klukkan 3 nóttinni. Þetta er bara allur dagurinn þegar undir Maður þarf að vera mættu snemma. Eftir FN95 blöð kemur DJ Muscleboy og King Doc 2140 sem er svolítið, við erum alltaf svolítið saman 2140, þetta er við höfum smíðað okkar sett svolítið bara back to back og það er svolítið, þetta er bara partur af minnst ekki ólíklegt að ég kalli ykkur félagan inn til dæmis. Þannig að segjum að FN95 blöð plus Muscleboy, það er búið 2140 Nei, 2015 Svo kemur kortes pása, fólk fyrir að fara á klósti, fæða sér beer eða vodka bara Axmo sem eru geðsjúkir og já, þeir taka sitt sett svo endur við kvöldið korter í 12 Timmy Trumpet 01:00 kveikljó, skellt í lás og ræður hvort þú farið bara beint niður í bæ og flaskir þetta vel upp eða farið í beddan. Ég held bara kallar það. Ég get eiginlega að lofa eitthvað því að það mun enginn hafa orku í að fara eitthvað lengra að fólk fer bara heim og sem er gott að þetta verður þannig kysla. Við erum að tala alvöru dagskrá frá 17:00 til 01:00. Þetta er bara allur dagurinn og ég með að fólk mun hittast fyrir daginn, sett ekki á þessu segi blöðu lögata, síðast af okkur var föstudagur, giggi okkur síðast var að fössara. Nú er þetta dagurinn bara frá háti. Og það, sko, við náttúrulega erum ekki Þetta er 8 tíma sjó. Við náttúrulega erum ekki að nefna Það er rosalegt. Við erum ekki að nefna alla artistæðina eins og Jóhann Kurni, Sverri Bergmann, Sveppi Krull, Saint Pete, Dólitína og Leinigestir, fullt að liði að því að þau koma inn í alls konar sett. Já, menn Jóhann Kurni og Sverri Bergmann, allt þetta krát. Sko FN95 blöð, við gefum kannski góð mikið upp, en FN95 blöðsettið við nú oft, við setjum alltaf metna í það. En þetta er orðið eitthvað next level shit. Já, Samúel Bjarki, besti leikstjóri landsins, ef ekki svo besti, er að leikstýra okkar sjói. Koreografa þetta. Þannig að þetta verður alvöru partí frá 5 til 1. Ég ætla að vona að fólk sé ekki að labba hann inn eins og vitlýsingar klukka 5. Farið inn í höllina, farið á barinn, kíkja á stemninguna og allt þetta helst bara 2-3 daginn þannig að þú sér bara að koma þér í gýrin. Við ætlum líka við ætlum að posta þessu, þetta verður út allt í höllinni af því að, eins og við segjum, þá er þetta festival, þú getur labbað yfir í hina höllina, farið á barinn, farið upp í stúku, slappað hans að bara og þannig að við vitum nákvæmlega klukkan hvað öll atriði byrji. Þurfum við ekki bara að posta líka hérna line-up tímunum og hvetja fólk bara til að taka screenshot, þannig að bara með þetta í símanuðinu. En fariðilega og grammið og skoðið The Real sem við neldum með náðan félagarnir, endilega farið og tekið reynslu á því. Já, það var ég er ofpeppast með öllum, ég trú ekki að sjá 8 dagar í. Það er vika í þetta, við múum að tala þetta í 7 mánuði sko. Já, þetta er búið að taka langan tíma og ég talandi leynigesti, ég veit maður aldrei að tilkynna leynigesti en það er ekkert ólíklegt að þetta lag verið tekið með fullu line-up í höllinni eftir nákvæmlega 8 daga. Þetta er FM 957. Það eru Keilu höllin og Pepsi Max sem færi ykkur FM 95 blöð hér á FM 957. Drengir, þetta er búið að vera helvíti fljótt að líða. Já, Jesus maður. Næstu þáttur eru í höllinni blöðarinn. Það er rosalegt. Og sko ekki bara við, FM 957 verður bara live frá Laugardalshöll næsta föstudag. Þetta er festival. Ekki hefðu veit sko. Hvað verður lókerið upp á sviðið? Hvernig ég held að ég verður að finna út í því sko. Já. Þannig að já, bara eftir viku verður öll dagskrá FM 957 í beinni frá höllinni. Svo vorum að fá þar upplýsingar að Timmy Trumpet, hann ætlar að taka jam hérna á Íslandi. Já, ég held að myndi fara beint sko. Já. Og hérna, hann ætlar að taka, ég var að tengja við félagið minn, kongurinn Siggi Deluxe Iceland, sem ætlar að trýta hann vel hann á sundin. Þannig að hérna, út af hann lendur á einkaþjóðinu 16:25 á Laug
sem þetta kortir í gegn þegar hann lendir nú einhvern á Reykjavíkurflugvelli það flýgur ekki með venjulegri flugvél þessi meistari en DJ-ar eru orðnir svona rockstjörður. Já, í dag, ég meina, þú veist, þetta bara komum bara með engaþóttu og fylla bara venjur allar heim og gigga, þú veist, 250 dag ári Það er rosalega að lenda í nýju landi nokkrum tíma fyrir gig. Já. Þú veist, yfirleitt verður menn farnir bara út á 50 deginum og aðeins að chilla. Já, sko, við gefum okkur meiri tíma þegar við erum að veislustýra. Já. Bara mæta á sig. Þannig að það er líka bara það spotar sig ekki í sengun eða eitthvað vesen þetta er engaþóttu þú lenda 16, já skil, ef það er eitthvað vesen skil, þá veit ekki, hóttu við, góð spá hana ef það. En sko aðstofa fólki hans það mæti deginum áður til að taka þetta allt út. Já. Þannig að hann mætir, skilur við. Okkur er ekki með aðstofa fólk sem mæti deginum áður fyrir ekki tekur það út og sendur það, þetta er bara í toppstandi strákar. Hann er með sér mann sem tekur fyrir sig hvað heitir það, soundcheck. Já, og líka sér pírógæja út af að við verðum með það er eitthvað eldur og geðviki sem verður hana. Já, sér gæja mæti það. Slökkviliðið búið að gefa góð á það. Þetta er þægilegt líf að lifa svona. En sko, það er risa helgi talandi Keiluhöllina, það er síðasta umferðin í enska boltanum og þetta er sko eitt leiðilegast reyndar náttúrulega segja mér þetta bara þegar maður er United maður, það er örugglega nokkri púlar að hlusta sem er ekki sammála, en ég held þetta sé eitt leiðilegasta tímabil í sögu enska boltans, maður vissi alltaf hverju væri að fara að falla en það er ennþá barata, það er hverju fari í meistaradeildina. Það eru nokkuð lið þetta er Newcastle, City, Nottingham Forest, Chelsea og einhverjir að berjast. Mínum menna það. Ef þið ætla að taka enska boltanum helgina þá mælum við að sjálfsögðu með Keiluhöllinni. Líka bara ef þið ætla að fara í karaoke eða í Keilu eða bara hvað sem er. Veitu hvað er 10 svona skemmtilegar en enski boltinn? Besta deildin. Það er alveg, já. Finnst þið besta deildin 10 svona skemmtilegar en enski boltinn? Fyrir mig. Mér finnst bara svo gaman að ef ég geti farið á alla leiki ensku, þá myndi það er svo gaman að geta farið á leiki. Í dag finnst mér töluvert skemmtilega að horfa á bestu deildina en enska boltan. Að mögulega spila kannski inn að United Sigur, geti að spila þar inni kannski. Það leikur í kvöld. En ég elska bestu, djöfellig gaman að horfa á þetta. Káar fram að fara að spila. Hvenær er næsta umferð í ensku? Herru. Nei, í íslensku, bestu deildin. Í dag Káar fram og eftir. Svo flesti leikir, margir á morgun. Það er ísast lagum. Afturölding er að heimsækja Káa menn á morgun. Hvernig mætast okkar menn? Breiðablik afturöldi. Það var náttúrulega fyrst. Já, ég meina aftur, hvernig mætti ég Mosó í gott mökk? Sko, ég vorkenni blikunum. Ég byrjum í hádeginu, ég Svanþór Einarsson Fastanarsalið, reiður, fullur. Þú kemur til mín við tökum Mosó og pleka heima með mér í ykkur grilli. Getur tekið þetta frá bara núna? En sko, málið það drengir, það er bara hræðilegt fyrir þessi liða mæti við Mosó. Bara Væks, Stjarnan, KR, ekki þessu liða máttu breyk, sko. En ég ætla að gefa Káringu það breyk, stór orð. En ég ætla að gefa Káringu það af því að við pökkum þeim saman og svona, ég ætla að gefa það, þeir eru að spila eitt skemmtilegasta fótboltan í dag á Íslandi. Það er bara langskemmtilegasta. Ég heyrði Rikka var að tala um þetta í brennslunni í morgun. Þeir eru með einhver 36-7 mörg, ekki bara sín öll mörki og þetta eru bara einhverju nokkur leiki sko. Þú veist það eru bara meðaltali 5-6 mörk í leik þegar Káur spilar. Þetta eru skemmtilegasta leikinir. Frábæra þjálfara. Það er mjög skemmtilegt. Það er hins vegar komið að lokum hjá okkur hér í dag í FN95 blöðu, minnum á blöðkastið á þriðjudaginn og svo er FN95 blöðu næsta föstudag í beinni frá höllinni. 8 dagar í stærsta partí allar tíma og drengir, ég ætla því að lagið þitt kemur út eftir viku og Steindi var að gefa út nýtt lag. Ég ætla að enda þáttinn á 2 lögum í röð. Það er hjút. Við tökum Unstoppable hérna sem kemur út eftir viku og svo fyrir við beint í 273.65. Það er geðveikt. Blöður stöðir. Já, við ætlum að enda þetta. Það er ekki oft sem við spilum sömu 2 lögin tvisar í einu þætti. Þau ekki að biðja fólk það bara núna að taka græjurnar í bílnum og bara setja í hæsta. Já, botniði græjurnar núna, 2 alvöru lög á leiðinni og svo sjáumst við í höllinni eftir 8 daga. Takk fyrir í dag. FM 957